Komið sæl og blessuð. Ég heiti Björn Þorláksson og þið eru mætt í beina útsendingu hér á Samstöðinni við þið svokallaða Rauða borð. Ástæða þess að við erum í beinni fyrsta hluta þessa kvölds svo að við ætlum að rýna hér aðeins í stefnuræðu forsætisráðherra sem nýlokið á Alþingi og einnig að fara svona yfir það nýjasta í borgarstjórnarmálunum. Með mér góður gestur sem þið þekkið vel, konan með langa nafnið. Hvað þetta aftur mörg nafn? Þau eru nokkur, María Lilja, Ingveldur Þrastardóttir Kemp. Ég rugglaðist á mín eigin nafni þarna. Eins og maður gerir. Ég sem sagt bætti þessum, María Lilja Þrastardóttir var ég skýrð, en bætti við mig þessum Ingveldar, af því ég nú dóttir móður minnar líka. Og Kemp, það var nú svona aðalega þar sem ég bjó í útlöndum og ég lendi í vandræðum svona með dóttur mína og annað, ég þurfti alltaf að vera svona sína fæðingavottorð og annað til þess að mega mæta á foreldrafundi og að því að við höfum ekki sama föðurnafn, eftirnafn. Þetta nú gagnlegar upplýsingar. Já, þetta var bölva vesen oft á flugvöllum líka. Þá við lendum við í því að Kría, dóttir mín, var tekin svona til hliðar og spurði svona, þetta raunverulega foreldrar þínir? Þetta mamma þín? Allt í lagi? Þú getur blikkað svona, var sagt við hana. En það var einmitt út af þessari íslensku nafnahefð. Og af því að þú ert svo gjöful að veita okkur allar þessar upplýsingar, þá best að ég gefi líka aðeins að sjálfa mér og upplýsa að ég heiti Björn Jónas Þorláksson. Það ekki margir sem veit það. Veistu þú það? Nei, þetta vissi ég ekki. Heyrðu, en hættum að tala um okkur. Já. Við ætlum að ræða dagskrána sem framundan og eins og kom fram á þann, þá ætlar þú að fara með mér í gegnum stefnuræðu forsætisráðherra. Mikið rétt. Og við ætlum að ræða síðustu vendingar í meirihlutanum. En aftast í þáttunum fáum við mikinn höfðingja gamal reyndan Sigurjón Magnús Egilsson sem ætlar að ræða við fyrrum forsætisráðherra okkar Þorstein Pálsson pólitík og þjóðfélagið. Og þar á undan ætlum við að ræða við Henry Alexander Henrysson, doktor í heimspeki og kennari við HÍ, svona alls konar álitamálir varðar fjölmiðla og stjórnmála fólk. Hefur þú ekki svolítið verið að fylgjast með þessum átökum fjölmiðlana og stjórnmálana síðustu daga og vikur? Jú, það var boðað til pressukvölds, sá ég, á vegum blaðamanna félagsins einmitt vegna ummæla að blaðamenn hefðu einhverjar annarlegar hvatir að baki fréttaflutningi ásakanir stjórnmálamanna. Já. Þannig að jú, þetta er auðvitað ekkert nýtt sjálfur sér, en það virðist hafa harðnað svolítið, þannig að súrnað svolítið þetta samband blaðamanna og stjórnmálafólk svona síðustu ár. Já, og mogginn fyrir þessa ríkisstjórn og eftir þessa ríkisstjórn, það verður bara að segja eins og að þetta er ekki sami fjölmiðillinn. Nei, það er mikil harka. Við sjáum það í fréttaflutningi af ríkisstjórninni núverandi og aðalega af Ingu Sæland. Maður sér svona, og það er oft svona að manni finnst jaðra við einelti, en svo spyr maður sig sem blaðamaður er það ekki fréttnæmt þegar að ráðherra, nýkjörur ráðherra hringir í skólastjóra og klárlega frétt. Og þannig að ég skil svona, svona báðar hliðar. Já. Það ekki tvölið, góðlið og vondalið, það eru líka alls konar mistök sem hafa verið gerð af hálfu fulltrúa, sem sagt, ríkisstjórnarinnar, til dæmis Sigurjón Þórðarson, að fara að tala styrkina þegar að honum sótt og þegar verið að skrifa neikvæða fréttir hann sjálfa. Þetta hræðileg tímasetning. Já, það einmitt máli. Ég held einmitt að mókin sé kannski bara loksins á góðri vegferð. Þau séu bara farin að veita ákveð aðhald, eitthvað sem að þau hafa kannski sleppt eða svona verið rög við hinga til. Heyrðu, en svo til eitthvað fyrirbæri sem kallast hundingjarnir. Já. Þú veist eitthvað af það? Já, ég fekk að vera svona maðurinn á bak við vélina í dag þegar hundingjarnir fóru á stjá
og skoðuðu og spurðu vegfarendur hvað þeim fyndist nú borgarmálin. Hverjir eru hundingarnir? Hundingarnir eru Ævar og Oddný Eir. Ævar er sonur hennar Oddnýjar, samstarfskonu okkar, og svo er Ríma litla sem er hvolpurinn þeirra. Hún er labrador, held ég alveg örugglega frekar en golden retriever. Hún er allavega voðalega sæt og trekkir af. Þannig að þetta er svona, það er hægt að veiða fólk í spurningu dagsins, það kemur til manns frekar heldur en þetta er mjög skemmtilegt. Oddný er svona að leita svona hentugu torgi til þess að setjast niður með hundinn og leika og svona virða fyrir sér umhverfið sitt og fer svona bæinn og ræðir við almenning. Það sem var auðvitað mjög skemmtilegt í dag eru svörin. Það eru margir með skoðanir auðvitað borgarmálum. Hver var spurning dagsins? Spurning dagsins var hreinlega bara hvernig líst þér á borgarmálin, og hún var nú svona í nokkrum liðum. Hvernig viltu sjá sem næsta borgarstjóra? Það var spennandi. Þetta er bara alveg stórskemmtilegt. Og þessi litli hvolpur spilar þarna rullu, sem sagt. Hún gerir það, og svo var hún óþekk svona í og reynir að losna í burtu í miðju viðtali, og það myndast við þetta bara mjög kómískar aðstæður oft, en þetta er svona mannlegt eins og svo margt hjá okkur á Samstöðinni. Þetta er svona ekki fullkomið, en ekki frekar en við erum bara mannfólkið. Má kalla þetta svona tilraun til þess að stækka upptökusvæði Samstöðurinnar. Við erum náttúrulega í svo mikilli framleiðslu frá móti kvölds alla daga að við komumst sjaldnast neitt út úr þessu stúdíói. Við bara, hér er allt að gerast við þetta rauða borð, sko. En þarna erum við að fara og ná í almenning þarna úti. Já, við auðvitað viljum heyra sem flesta raddir, og það hefur alltaf verið svolítið svona stefna Samstöðurinnar að hér sitji ólíka raddir og raddir almennings svolítið við borðið, ekki bara þessara... Raddir hins sauðsvarta almennings. Við viljum bara einmitt fá að heyra í honum. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Já, akkurat. Þetta er flott. Ég hlakka til að fylgjast með þessu. Síðan er kannski rétt að nefna áður en við hefjum leikinn að ég tók í dag líka bara viðtal sem er eiginlega bara, ég myndi segja hópi hinna dramatískari sem ég hef tekið. Zoom viðtal til Svíþjóðar. Ég ræddi við mann sem heitir Jón Óðinn Voga. Hann er akureyringur. Hann er mér góður kunnur. Hann var einu svona pislahöfundur á blaði sem ég ritstýrði. Mjög ritfær og snjall maður. Hann sem sagt lenti í því, hann og konan hans, að dóttir þeirra, hún var hársbreytt frá því að lenda í skotlínu fjöldamorðingjans í Örebro, sko. Það er hryllilegt. Já, en stórkostlegt að skildi þó allt fara vel, en hann ræðir, sko, ekki bara fjölskyldusöguna og tilfinningar fjölskyldunar þarna, heldur líka svona hvernig Svíar eru að taka á þessu máli. Já. Og hann ræðir ákveðna þöggun og svona staðfestir það sem hefur aðeins komið fram hér á Samstöðinni áður að Svíar veit ekki alveg hvað má tala um og hvernig er að tækla þetta. Hvað er... Það er lögreglunni óskað eftir því við fjölmiðla og almenningum að það yrði ekki rætt neitt sérstaklega hverra skoðana þessi maður væri. Mátt ekki kalla þetta hryðjuverk. Það mátt ekki kalla þetta hryðjuverk sem þetta var, því að maður heyrir mannin rópa. Það er nú til upptökur af því það sem hann segir burt úr Evrópu við þau. Og svo lætur hann einhvern veginn svona skotinn inn í þarna á fólkinu sem var þarna statt í því ég meina þetta er sænsku skóli fyrir fullorðna og innflytjendur. Og það er svona en það hefur komið ljósa að þetta voru í þeim hópi sem að létust voru sýrlendingar meðal hans. Hún er einmitt þeldökk á litin dóttir þarna Jóns og konur hans Ingu. Þannig að sko það er hann fer bara í gegnum það ef hann hefði ekki ég ætla nú reyndar að leyfa bara áhorfendum að fylgjast með því hvað kemur fram, en ef ákveðnar aðstæður hefði ekki komið upp þá er stutt þarna á milli, og ég tók eftir því að hér er líka í kvöld, sko, Stöð 2 er núna bara í þessum töluðu orðum held ég, þá er hún að fjalla hryllilega atvik á menninganótt. Og það er ástæða þess að það þarf að fjalla með þessi mál er að við þurfum
læra hvernig við sem samfélag getum komið í veg fyrir að svona taki sig. Það eins hryllilegt og það mál nú þá þetta, það einmitt svona kannski það sem að við má segja eigum kannski, þetta eitt svona rosalegasta mál sem að hefur komið upp hér. Þegar ungur maður tekur þessa ákvörðun að meiða þarna jafnaldra sína og myrða. Og það svona, það hefur farið rosalega hljótt hvers lensk meðal hans fórnarlömbin hans voru og svo allt þetta. Þannig að það má velta þessu fyrir sér. Og beggja megin við þetta hryllilega kvöld eru foreldrar að svipta börns í lífi. Og það líka bara annað sem að maður hefur eiginlega ekki upplifað á löngum blaðamannaferli, þannig að við þurfum náttúrulega bara að allstaðar að spyrna við fótum gagvart þessum veikindum sem að brjótast út í þessu skefjalausa ofbeldi. Já. En hefur að reyna að létta okkur aðeins lundina og fara að ræða. Þetta bara svo hræðilegt viðtal, hræðilega sorglegt viðtal sem þú tókst hérna. Það ekki annað hægt en að svona finna smá illt í hjarta. Nei, það erfitt að vera bæði að tala af einhverju alvöru og skrapa bara yfirborðið með einhverjum húmor í einu. Nei, það ekki hægt. En áður en við ræðum það hvernig Einar Þorsteinsson virðist hafa framið valdarán á sjálfum sér. Já. Áður en við ræðum það, þá hlustuðum við bæði á stefnuræðu forsætisráðherra á Alþingi. Stefnuræðu sem hefur verið beðið eftir. Fyrsta lagi þá voru nú margir frekar hissa á því að henni væri frestað í síðustu viku. Þótt að væri svolítið hvasst. Ég held að væri Gunnar Smári sem að spurði hvað þetta útifundur? Mikið rétt. En það ekki bara það að við höfum verið að bíða nokkra daga frá fimmtudeginum áætlaði síðustu viku. Heldur náttúrulega alveg stór merkilega valda umskipti hér að eiga sér stað. Já. Forsætisráðherra ung og glæsileg kona og greind og bara sjálfstæð og bara frábærir, frískir straumar sem að fylgja einhvern veginn stjórnun landsins. Og eitt af því fyrsta sem að hún gerði í þessari ræðu, það var einmitt að vitna til þess hver tímannir væri sögulegir, hvað væntingavísitalan væri henni í hag og hvað þetta væri ofboðslega merkilegt. Já, það sem að mér fannst áhugavert var að hún þetta greinir þarna frá því að hún hafi svona farið í heimsókn í ráðuneytin og þetta sé eitthvað sem ekki tíðkist og hún nefndi þarna vitnaði í starfsmann innan ráðuneytis sem sagðist aldrei í einhver fleiri ár hafa fengið slíka heimsókn frá sitjandi forsætisráðherra. 19 dómsmálaráðherrar eitthvað svoleiðis en aldrei fengið forsætisráðherra. Já, en þetta kannski stangast svona fyrir það fyrsta svolítið á það sem okkur hefur áður verið talin trú og það er þetta að það megi hreint ekkert leka á milli ráðuneyta, þau séu svo ofboðslega heilög í sínu að allt svona allar heimsóknir og hringingar á milli og þær eru þóttu áður og óeðlilegar. Þannig að boðar hún nýja stjórnarhætti væntanlega þar sem að verður hægt að ræða saman vonandi á milli ráðuneyta. Nýtt verklag, hún leggur mikla áherslu á þetta og svona talar svolítið eins og að þetta sé alveg rosalega merkilegt það sem að gerast. En þegar hún búin að segja okkur frá því hvað þetta allt saman óbúslega merkilegt í upphæðu ræðinnar, finnst þér þá að hann fylgi því eftir með svona röksendum eða verður þetta svona markaðs mikið púff og vantar svo kannski pínlítið rökstönningin eða hvernig upplifir það? Já, það vantar, og kannski bara svona svo litið kjöt á beinin. Þetta svolítið, hún dregur hérna upp ákveðna mynd og maður alltaf að bíða eftir því að hún útskýri hvernig ríkisstjórnin ætli að fara í þessar miklu aðgerðir sem að eru einhvern veginn svona boðaðar undir rós. Það alltaf verið að segja okkur að það verður svo mikla breytingar, það aldrei svona nákvæmlega hvaða breytingar eða hvernig. Og þetta eitthvað sem að við þurfum bara að bíða spennt eftir því og fylgjast með verkum ráðherranna en það svona eina sem að manni finnst
hafi virkilega legið á og liggi á og það þetta Hvammsvirkjunarmál og það sé umhverfisráðherra sé nú þegar búin að... Þau eru voða stolt af því í Samfylkingunni ætla bara að setja sérlög þessa virkjun. Já. Og það ekki langt síðan Samfylkingin var bara í liði með vinstrigrænum og bara harðir umhverfisvernd og var alltaf að tala rammaáætlun og allt það. Nei, þetta alveg ótrúlegt mál og sko þetta auðvitað líka setur ákveðið fordæmi. Ég meina þegar að það búið að búa til þessi sérlög utan Hvammsvirkjun verða þau væntanlega nýtt áfram út í óendanlega þegar að kemur að því að nýta aðra virkjunarkosti á landsbyggðinni og þá skiptir engu máli hver í brúnni sko. Það getur auðvitað hver sem nýtt þetta fordæmi seinna meir. Já, sko ég mér fannst svolítið eins og af því ég hlustaði líka á blaðamannafundin hennar daginn þegar hún lagði fram að þær 3 valkyrjurnar lögðu fram þingmálaskrá. Já. Þá sko, þau að segja þetta og ég hefði viljað kannski fá að heyra aðeins eins og þú ert að nefna í ræðinni í kvöld útfærslu, mér finnst það svolítið endurtekning á þingmálaskránni, ekki mjög margt sem hún bætti við, fannst mér fannst ekki mikil hugmyndafræði í þessari ræðu, það er engar leiftrandi tilvitnanir í íslensk skáld til dæmis ef þetta svona merkileg feminísk stjórn hefði nú ekki verið við hæfi, gætum að spurt að það veri vitnað einhverja stórkostlega íslenska skáldkonu jafnvel bæði til forna og samtíma konu eitthvað svoleiðis. Bara Guðrúnu frá Lundi. En hún rosalega sko, en við höfum líka gefinni það að hún ekkert að þykjast að vera eitthvað annað en hún Nei. Hún bara dálítið svona Excel-skjal og bara beint áfram virðist vera, hún vill ekki ég held sé ekki líklegt að hún bara þykist vera eitthvað annað en hún Nei, en hún nú samt forsætisráðherra svona, það sem að flest hefðu nú kannski ímyndað sér fyrir hana væru fjármálin en það einmitt áhugavert með þessa ríkisstjórn að þau boða þarna svona miðju vinstri velferðarstjórn á meðan að það mjög svona sterk hægri efnahagsstjórn. Já, í synir Egils í gær tók ég eftir að Svandís Svavarsdóttir sagði bara að það var í ultra hægri stjórn. Já, ég meina þetta auðvitað Viðreisn bara hægri flokkur og ég meina það dylst það engum þó að Þorsteinn Pálsson vilji nú kannski meina annað þau allavega ekki klofningur úr Sjálfstæðisflokknum. Nei. En já, eins og ég segi, þá þetta áhugavert. Það annað sem mér þótti áhugavert í þessari ræðu hversu mikið hún mærir samstarfskonur sínar. Það með ólíkindum. Ég hef aldrei heyrt þetta í neinni stefnuræðu hvorki fyrr né síðar. Nei. Þetta engin smá orð sem hún notar. Nei, þetta einmitt, það bara hér eru þær samstiltar þetta væntanlega með ráðum gerst. Það hefur verið grafið talsvert undan þessu samstarfi í fjölmiðlum. Já, einmitt. Það sé að svara því? Það sé verið að svara því þarna. Ég finnst það líklegt. En það ekki gott að segja. Það sem ég sakna persónulega, það að einmitt eins og ég segi, það eru þessi áherslupunktar og það eru kannski svona skýrari skilaboð fyrir hvað þær standi nákvæmlega. Ég til dæmis sakna þess að sjá eitthvað bara fordæmingu á orðum Trump eða fordæmingu á gjörðum Ísrael og stuðning við fólk frá Palestínu. Utanríkiskaflinn hann hverfist eiginlega allur bara hvað Þorgerður Katrín sé frábær. Það nefnilega svolítið merkilegt og þetta við erum núna á svona umbrota tímum í heimsögunni og við stöndum fram fyrir því Keflavík til dæmis, ég meina hér NATO, 1000 manna her allt í einu og ég meit Evrópusambandi, allt þetta, það svo óbúslega margt. Véku nokkuð einasta orði að þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir það sem mögulega verður á kjörstjórnum? Nei, hún gerir það ekki. En þetta verður, ég meina þau hafa nú boðað það áður þjóðaratkvæði Evrópusambandið en hvort það verði í forgrunni þar erfitt að segja. Erum við nefnilega ekki við Íslendingar
við erum sagt sjálfleg þjóð sem að eðlilegt með eyþjóð lengst norður í raskati, en sko eru við ekki núna meðvitaðir alþjóðamálin heldur en kannski bara í marga áratugi út af viðsjá, það eru hættu tímar. Jú, en sko, svo spurningum hvar maður ætlar, sko, hverjir eru okkar bandamenn. Jú. Ég meina, ég held að vera utanríkisráðherra Dana sem að bendi Íslendingum, eða svona beindu orðum til Íslendinga sérstaklega í tengslu við þessar pælingar Trump að kaupa Grænland eða hreinlega að taka það yfir með hervaldi og að hann segir bara beinum orðum að Íslendingar, ef að til þess að kemur að Íslendingar skuli ekki halda það í eina mínútu að þetta verði, að við séum ekki næst á dagskrá og ég meina þetta eru kannski svona hlutir sem að við þurfum að fara að skoða þegar að sko Bandaríkin sem hafa þó hér, ég meina er búið að hertaka okkur, ég veit það ekki. Einmitt sko, það sem ég er að velta fyrir mér er að ef rétt er sem að tilfinningin segir mér að áhugi okkar á alþjóðamálum vegna óljósar stöðu okkar sjálfra í heimsins ólgusjó, varnarmálum, ef rétt er að okkar áhugi sé óvenju mikill núna, sem ég held að margt renni stóðum undir, þá er áhugavert sko að það er eiginlega bara ekkert þetta þegar forsætisráðherra þjóðarinnar loksins stígur fram mjög löngu eftir kosningar og öll þjóðin bíður eftir að heyra hvað hann hefur að segja og það sem hún segir, sko, ég held ég hafi hripað þetta sæmilega svona niður í samhengi alþjóðamála erum við sannarlega heppin með hæstvirtan utanríkisráðherra enda ekki að ástæðulausu sem formaður eins af stjórnarflokkunum tók að sér þetta mikilvæga embætti. Mesti reynsluboltinn í ríkisstjórninni reyndar á Alþingi líka og líklega íslenskum stjórnmálum heilt yfir. Á næstu árum, og haldið nú fast, mun koma sér vel að vera með ofur trausta konu í forsvari fyrir Ísland í utanríkismálum. Og maður spyr sig af hverju? Af hverju þurfum við ekki að vita af hverju það skiptir svona rosalega miklu? Það er reyndar líka mjög áhugavert að því að ég meina þó ég sé alveg á öndverðu meiði við allt sem að Þórdís Kolbrún Reykfjörð hefur gert fyrir Íslandi í utanríkismálum, þá verður það ekki tekið af henni að hún er hörkudugleg og flott kona sem að er fylgin sér og sínum skoðunum. Þannig að þetta er nú svolítið svona, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að við höfum fengið öfluga konu í utanríkisráðuneytið. Nei, einmitt. En hún fær prikar það ekki fyrir að nefna baráttukonuna Ólöfu Töru Harðardóttur og hún mætti að hennar útför í dag. Já, blessuð sé minning hennar. Það er auðvitað kynbundið ofbeldi stórt vandamál og fylgifiskar þeirra kynbundins ofbeldis geta verið svo margvíslegir eins og kannski er bara eins og með Ólöfu Töru sem var þessi sterka baráttukona en hafði einhvern veginn svona sinn eigin þunga kross að bera sína eigin einhvern veginn svona einmitt svona djöfla við að etja og sem að tengdust þá væntanlega hennar fyrir reynslu úr ofbeldis sambúð. En þetta tala kannski ekki alveg inn í það sem stefnuræðu heilbrigðishlutan í stefnuræðinni. Hann er mjög rýr. Það er nefnilega málið og það er lítið talað, það er eitthvað að tala geðheilbrigðismál til dæmis. Það sem að bæði manni fannst við svolítið vera að kjósa og það sem við erum að ræða mest það vantar svolítið. Já. Og svo ég kannski fari úr einu í annað en bara til þess erum við. Já, bara með einmitt að því ég nefndi Gaza áðan og þetta svona afstöðuleysi með þeim hörmungum sem átt sér stað þar það sem að við þurfum líka að horfast í augu við saman hvort okkur líkar það betur eða verð að með vaxandi ólgu og hryðjuverka árásum Ísraels her í þessum heimsluta koma hingað, munu leita hingað fleiri flóttamenn og
það er ekki minnst einu orði á þá. Það er ekki minnst einu orði á þá það Palestínufólk sem að nú hefur verið að safnast upp heilu bunkarnir hjá Útlendingastofnun fjölskyldusameiningar og það er ár liðið síðan að ég fór persónulega ásamt skáldkonunum, vinkonum mínum, þeim Kristínu Eiríksdóttur og... Er það ár upp á dag? Já, það var bara Það var í gær? Það var í gær, já. Það var svona ár síðan við tilkynntum. Við fórum utan 30. janúar, en við sögðum engum frá því hvað við vorum að gera fyrir en þetta 2 vikum síðar, eða 10 dögum, þegar við vorum alveg 100% á því að við værum komnar með fyrstu fjölskylduna í hendurnar. Og þá tilkynntum við þetta fjölbýlum. En það er svona áhugavert að því að það stefnir allt í annað svona mál. Ég meina, þetta er eitthvað sem að utanríkisráðherra þarf að takast á við, þarf að taka ákvörðun hvort hún ætli að fara út og sækja það fólk sem sannarlega hefur dvalarleyfi og rétt til þess að vera og sameinast fjölskyldum sínum á Íslandi samkvæmt íslenskum og alþjóðalögum. Og búið að samþykkja nú þegar. En það er svona einmitt, eins og ég segi, það vantar svolítið kjöt og beinin. Já, þetta er reyndar útúrdúr, það er rétt sko, en útúrdúrar geta verið góðir. Hefur töl á því hvað hefur komið að björgun margra? Já, rúmlega 200 manns. Það er ekkert annað. Það er bara óbúslega flott og það var auðvitað bara ekki ég, heldur var það heill her af sjálfboðaliðum auðvitað sem að tók þátt í þessu verkefni og kom út til Kaíró til þess að halda þessu á lífi. Við Bergþóra og Kristín vorum auðvitað með viðveru þarna alltaf ein okkar bara eins og við gátum til þess að stýra verkefninu síðan og sem Erla í Solaris og þetta bara einhvern veginn svona rúllaði í nokkra mánuði og með aðstoð almennings sem auðvitað gaf ég held að þetta hafi verið 70-80 milljónir sem að almenningur gaf í þetta verkefni á mjög stuttum tíma til þess að koma sem flestum út og yfir landamærin með tengingu við Ísland. Nú eru þeir tímar að með sama hætti og vorum að ræða ummæli Svandísar Svavarsdóttur hér á samstöðinni í gær og þetta væri bara últrahægri stjórn og hún var að vísa til þess að náttúruverndin er svolítið úr sögunni að með sama hætti og það er staðarinn þá liggur alveg fyrir að í útlendingamálum þá höfum við núna færst til hægri, ekki satt? Jú, algjörlega. Og þá dættu mér eitt í hug sem að þú hefur nú kannski skoðan á. Stolt tilkynntu þau og það er líka í ræðu Kristrúnar í kvöld en stolt sögðu frá því eitt af fyrsta sem þau sögðu frá þessar 8 konur Valkyrjur 3 þegar þingmálaskrafan var lögð fram fyrir nokkur dögum að það ætti að bæta við 50 lögreglumönnum. Einmitt. Og þú hefur nú kannski stundum aðeins lent í séð aðra hliða á lagana vörðum heldur en margir aðrar. Maður velti fyrir sér til hvers. Ég meina, hvað ætlum við að gera við 50 auka lögregluþjóna á höfuðborgarsvæðinu? Ég meina, hvað eru þeir að gera? Þeir eru til dæmis að eiga við mótmælendur, ekki satt? Jú, meðal annars. En þetta er einmitt ég náttúrulega bara þeirra skoðunar að við eigum að bara algjörlega skrúfa niður í þessum svona hvað maður segja, þessari almennu lögreglu þjónustu. Ég meina það er hægt að vera með eitthvað svona verði við umferða eftirlit aðstoða fólk þegar það springur á dekki. Ég get nú sagt frá því að ég og vin sem að lendi í hálku og hann var á svona stórum sendibíl og hann var úti að reyna að moka undan honum svona í brekku þegar það keyrir svona fram hjá honum lögreglubíll og þeir segja, já, þú þarf nú að fá þér stærri skóplu eða eitthvað svona og keyra svo í burtu. Ég meina þetta er ekki fyrsta. Þeir hjálpu honum ekki og það er það sem ég segi. Þannig að ég í staðinn fyrir þessa 50 lögregluþjóna er ekki hægt að greiða 50 björgunarsveitumönnum eða bara kaupa fleiri skóplur inn í bílana og láta það manna. Einmitt, þannig að þú veist, maður veltir fyrir sér hlutverki lögreglunar og ég meina, það bendir ekkert til þess að glæpir á Íslandi þeim hafi fjölgað nema síður sé. Samkvæmt skýrslu ríkislögreglustjóra sem gefin út var fyrir 1,5 ári síðan, eitthvað svoleiðis. Þar er nú bara, já, einmitt, það segir bara svart á hvítu að það sé hreinlega ekkert sem að hér
þurfi að óttast í minna, það eru færri innbrot, það eru færri svona smáglæpir, þjófnaðir annað, en það þetta ekki auðvitað sem lögregla kemur í veg fyrir, lögregla kemur alltaf eftir að glæpur framinn. Sko það sem talað að sé áhyggjuefni eru jú vissulega þessi hryðjuverk ungra hvítra karla, það í sem sagt en hvað lögreglan almennir lögregluþjónar eiga að gera í slíku, ég sé það bara ekki fyrir mér. Þetta að þínum að þín skoðun svo að þetta sé alls ekki forgangsmál að fjölga 50 löggur. Nei, ég bara velti fyrir mér hvað í ósköpunum eiga þær að gera. Af því að þú veist hverju eiga þessar 50 löggur að sinna. Við ætlum aðeins að ræða borgarstjórnar meiri hlutan á eftir en svo við drepum nú ekki áheyrendur og hlustendur úr bara þessu eina umræðefni kannski síð á seinni hlutan hjá okkur í þessu, en sko af því vorum að tala hvað hún talaði fallega Þorgeiri Katrínu, hún Kristrún, þá hún tala líka fallega Ingu Sæland. Hún passar það. Já. Hún talar íslenska draum öryrkjans sem fór á skólabekk eftir að hafa verið lögblindur heima hjá sér bara Er hún bara svona að halda þétt utan sitt fólk? Er hún að segja þær fyrir framan alþjóð, já, mér þykir vænt ykkur og við erum að gera rosalega merkilega hluti saman og eða sko af hverju segir hún ekki bara undir 4 augu við þær sko? Já, þetta svona, þú veist, þetta ákveðin kannski svona taktik í kvennasamstöðu að svona tala upp kynsystur sínar og samstarfskonur, ég veit það í rauninni ekki. En þú tengir við það? Já, ég hugsa, en þetta systra lag? Já, þetta sé svona, það sé ekki styrt á milli þeirra, þær standi saman, þær þétt. Svo þetta, en þetta líka reyndar, þetta svolítið svona stelpulegt eitthvað, svona þú veist, bestu vinkonur mínar eitthvað svona, það voru svona hugrenningateksli sem ég fekk svona þegar maður svona var með svona bestu vinkonur sínar svona undir sig ykkur öxlinni og þetta krakkalegt? Já, það einmitt svolítið það. Er þetta alveg í þá átt? Já, þetta var svona, í þá átt einmitt, en eins og ég segi, þá þetta kannski er þetta öðruvísi að því að hún auðvitað eins og hún boðar sjálf, hún ung og öðruvísi. Og hún sjálf, eins og við erum við ekki sammála það, hún frekar mikið hún sjálf. Þetta markaðsinnuð ræða, hún klárlega mjög góð í markaðsmálum og nú hennar sko helsta verkefni framöndan þarf að fylgja þessu eftir, þarf að sýna okkur hvernig. Hún búin að segja okkur hvað, en hún ekki búin að segja mikið hvernig. Til dæmis með allar þessar fjármagnanir, hvernig ætlar hann að ná þeim fram? Hún segir, við ætlum að lækka vexti og við ætlum ekki að auka skuldir ríkissjóðs, en það náttúrulega fjármálastaða íslenska ríkisins hörmuleg. Þetta eru brjálaðir peningar sem við eyðum í vaxtagjöld og við þurfum einhvern veginn kannski að snúa því dæmi við. Það þessu tiltekti hann í ráðunautunum sem hún nefnir, 350 milljónir, ég meina það auðvitað ekki mikill peningur í svona hinu stóra samhengi en eitthvað. Hún talar skilvirkari kerfi, betra samtal við almenning, allt þetta einhvern veginn, en sko hvort að einmitt að henni eigi eftir að takast svona vel til eins og hún sannarlega boðar það verður einhvern veginn að við verðum bara að bíða og sjá. Hún fær ekki gott veður vegna þess að mogginn verður alveg hreint á sko, nú skulum við ræða það sem að gerast í borginni vegna þess að þarna manni hefur orðið það ljóst í dag og kannski í gær líka að það sko það lína á milli þess sem að gerast í borgarmálunum og þess sem að gerast á Alþingi. Mogginn búin að halda því fram í allan dag að Kristrún Frostadóttir hafi slegið á öxlina á Ingu Sæland og Inga Sæland hafi haft samband við sinn fulltrúa Helgu, borgarfulltrúa sem að uppfærðist þegar Kolbrún færist úr hættir að vera borgarfulltrúa og verður þingmaður. Að samkvæmt Mogganum þá Kristrún sú sem að
það ekkert mjög mikla líkur á að þetta sé rétt sko. En ekki lígumokkin. Þetta annarkvort spuni eða rétt, við vitum ekkert hvort þetta spuni, helbrlýi eða rétt frétt. En allavega, það að menn skuli skrifa svona, helstu fjölmiðlar skuli skrifa þetta, það segir sitt ástandið. Þeir halda því fram að Kristrún Frostadóttir hafi sem sagt hnift í Ingu og sagt Inga þú verður að tala við Helgu og segja henni það sé no-go með Einari áfram og þetta hafi drepið hugmyndir Einars Þorsteinssonar sem hélt fram á laugardags síðdegi að hann væri bara með þetta. Hann væri bara áfram borgarstjóri, bara með nýju fólki. Hvað var maðurinn að hugsa? Bara svo við byrjum að byrjunni. Já, þér veist ekki ljóst hvað hann var að hugsa. Nei, þú veist, ekki það ég er mjög hvatvís og ég gerir oft hluti svona mjög í einhverju svona hvatvísis vitleysisgangi og hérna sem að eitthvað svona sem ég þarf svo að bera tilbaka eða dauðsjá eftir. Tekið nú þessi það? Já, einmitt, þannig að ég meina við sem að kannski höfum einhverja bresti og hérna og svona greiningar tengjum við það að vera hvatvís. Sko, það kemur þessi skoðanakönnun hérna á mánudaginn fyrir viku síðan. 3,3%? Já, það sem að Einar Þorsteinsson hann bara, ég meina og hans flokkur bara hérna, já, þið voru þannig í einhverju sögulegu lágmarki, þetta var hryllileg niðurstaða í skoðanakönnun. Síðan virðist eitthvað verið að gerjast svona innra með honum án þess að hann deiliði þó með sínu samstarfsfólki en virðist sko, samkvæmt því sem ég las á RÚV, bara hérna greiningu þeirra á atburðarásinni, þá virðist hann hafa verið byrjaður að ræða við stjórnarandstöðuna eða sem sagt í borginni áður en hann talaði við samstarfsflokkana sína. Já, en hann kennir samt samfylkingunni svolítið það sko. Ummælum sem að fjallu þarna á fundi í vikunni. Þetta voða mikið svona eftiráskýringar og hérna, ég tek undir það sem að margir Egill Helgason og fleiri hafa sagt að það bara voða litla treysta sko, af þeim orðum sem hafa fallið þessu atburðarás. En sko, já, ég veit það ekki alveg sko, þetta spilin snúast í rauninni mjög illa í höndunum á honum sem líka áfall fyrir Sigurð Inga vegna þess að Sigurður Ingi allt of snemma grípur inn í þetta mál með bara digrum yfirlýsingum á föstudagskvöldinu og þá halda bara allir landsmenn þetta sé bara frá gengið. Svo bara daginn eftir þá bara nei, þetta ekki að fara að fljúga. Nei. Og þetta svona óvenju klaufalegt í stjórnmálasögu Íslendinga. Já. Þú kannski geta séð þetta á Bakkafirði einhverju svona fámennu sveitarfélagi. Bakkafirðis, taugar til Bakkafirði. Já, yndislegu staður. En sko, þú veist þar sem að menn væru svona bara ekkert að spá í kannski alveg bara svona. Nei, hún Snærós Sindradóttir, fjölmiðlakona, hún var með ansi góða greiningu hérna í dag á þessu sem að ég ætla hérna að fá að lesa hérna á skjánum. Hún segir, Snærós segir, það ansi smættandi söguskýring að vegna þess að Inga Sæland sé ekki sátt við Morgunblaðið, þá fari flokkur fólksins ekki í meirihluta samstarf við Sjálfstæðisflokkin í borginni. Sjálfstæðisflokkurinn þarf augljóslega að líta sér nær ef hann heldur að það eitt sé ástæðan. Það ekkert sem bendir til þess að Inga, kona með margvíslega lífsreynslu sem nú komin í ríkisstjórn og það ekki af neinni tilviljun, sé að láta tilfinningar og hefnigirni ráða för. Inga vissulega hvatvís eðlisfari eins og fleiri og hún ekki fullkomin en hún ekki einhver prinsipplaus vindhanni. Það blasir við Ingu sú staða að vera nýbúin að mynda ríkisstjórn með Samfylkingu og Viðreisn. Hún sér að það hafi verulega áhrif á trúverðuleika þeirra stjórnar að starfa í allt aðra átt í borginni. Mér finnst fólk gerna með að fara að gefa Ingu meira kredit fyrir pólitíska næmni en nú gert. Hún félagsmálaráðherra, ekki amatör og það allt sem bendir til þess að þessi smættun sé lituð að bæði kvenfyrirlitningu og stéttarhroka. Þetta fannst mér þessi góð grein hjá henni Snærósu Sindradóttur. Stéttarhroki það fínt á nefnir hann til sögum. Maður oft fundið fyrir því undanfarið hvernig til dæmis bara mín stétt og þín stétt, okkar stétt, hvernig fjölmiðlamenn hafa tekið Ingu allt öðrum tökum heldur en flest annað fólk af því að þeim finnst að hún komi úr óverðugri átt. Já,
það einmitt þetta eins og hún segi og að einmitt að ætla að smætta þessa neitun fólksins á samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn í borginni að hérna smætta það niður í einhverja hefnigirni í Ingu vegna þess að það var fjalla illa manna í Morgunblaðinu. Það er ekki rétt, það er umulegt, það er bara svolítið lágu plani. Ég náði í borgarfulltrúa bara rétt áður en við fórum í loftið, svona cirka korter yfir 7 og vildi lítið segja sá borgarfulltrúi en það er margt sem bendir til þess að það muni taka einhverja daga að mynda nýjan meirihluta. Það sem við vitum er að Þórdís Lóa hjá Viðreisn, hún er ekki hrifin af vinstri meirihlutunum, þannig að það er frekar ólíklegt að hún verði með, en þau geta verið án hennar og án sem er möguleiki og það leiðir hugana spurningunni. Ég held að Einar Þorsteinsson verði aldrei borgarstjóri úr því sem komið er og ég held það sem meira er, ég held að hann eigi bara í bullandi vandræðum með ímynd sín og traust og ég held að hann hafi kallað yfir sig bara það sem við getum jafnvel nefnt sem smánun ég held að það sé ekki borin mikil virðing fyrir honum sem stendur, það verið mjög erfitt fyrir hann að halda áfram. Já, það er auðvitað erfitt að treysta svona samstarfsmanni sem að gengur einhvern veginn svona á bak. Já, hann leggur allt undir og ef það gengur ekki þá hleypur skotið beint aftur úr byssunni og þú verður fyrir því hann hefur orðið fyrir því að þegar hann hleypti af þessari byssu með eitt skot þá gekk það aftur. Já, maður sér líka að þetta er auðvitað ekki gert með hag Reykvíkinga að leiðarljósi. Þetta er svona aðeir virðist einfallega bara gert til þess að bjarga eigin skinni og framtíð sem þá borgarstjóri næsta kjörtímabil. En mér skildist á þessum borgarfulltrúa sem ég mátti ekki nefna að í dag hefðu verið viðræður í því formi og þreifingar eins og þau segja að það voru bara oddvitarnir sem voru að tala saman. Það er engar sendinefndin með ekkert bakland, bara oddvitarnir. En það hefur komið fram að sumir sjáu bara, þetta er náttúrulega stjórnarkreppa. Það er ekkert rosalega langt eftir að kjörtímabilinu. Það er hægt að keyra þetta áfram bara með einhvers konar goodwill og samkomulega og svoleiðis og það væri hægt að ráða borgarstjóra utanfrá en það geti líka mögulega bara að ná sátt það að allir Sanna sem er Magdalena Mörtudóttir sem er ítrekað í skoðanakönnunum mæli sem langvinsalasti borgarfulltrúi. Já, ég held að 27% borgarbúa hafi sagt treysta Sönnu best og verið ánögð. Og næsti bara með 5% er það ekki eitthvað svoleiðis? Ég held að það hafi verið 2,5. 2,5? Sem var þá Dóra Björst og hún var í öðru sæti yfir þá leiðtoga oddvita þessara flokka sem starfa í borginni. Já, það er þeim alltaf glæsileg útkoma út úr þessu flandir í öllu ef Sanna er því borgarstjóri. Já, og svo veldur maður fyrir sér hvort að Sanna vilji ganga þannig inn, nú auðvitað búið að leggja niður allt framhald. Ég meina þetta er allt skrifað þarna bara í stein í rauninni. Það þarf bara eitthvað til að stýra þessu þannig í brúnni. Hvort að Sanna hafi áhuga á því að flækja sig inn í þetta svona á lokametrunum einhver verk sem að henni hafa kannski ekki alveg endilega hugnast heldur á þessu tímabili þannig að og ég meina hvort það sé hreinlega ráðlegt fyrir hana bara sem unga stjórnmálakonu að einhvern veginn svona taka þennan kaleik. Þetta er svolítið svona þetta er svona þegar kallarnir eru búin að suppa allt út þá kölluð til einhver svona kona til þess að opna glugga stundum, já. En fyrir sósíalista gæti þetta verið mjög sterkt ég hef enga trú öðru en að sósíalistar eigi eftir að sækja á í borginni næst alveg svona töluvert og eigi bara eftir að bæta við sig og við sjáum það að sósíalistar eru mjög vinsælir í borginni. Við sáum það líka bara í síðustu kosningum að ég meina Reykjavíkurkjördæmin voru að svona skila sér vel voru að kjósa sósíalista í meiri mæli heldur en kannski landsmiðin. Einmitt. En María Lilja, þetta er nú búið að vera gaman að spjalla við þig. Þakka þér fyrir samveruna hér við Rauðaborðið í upphafi þessara dagskrár. Já, sömuleiðis Björn. Takk fyrir. Björn Jónas. Já, Björn Jónas. Eigum við að hleypa þá viðmælendum samstöðarinnar að umræðu borðinu? Já, ekki seinna verða. Ljómandi. Takk fyrir komuna. Takk. Ekki fara langt, áhorfendur góðir, við ætlum næst að hringja til Svíþjóðar
og þar nokkuð dramatísk saga sem verður sögð. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan á tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum næst að víkja sjónum okkar til Svíþjóðar. Jón Óðinn Voge heitir Íslendingur, Akureyringur sem búsettur þar og við höfum öll fylgst með hryllingnum í Örebrú og dóttir Jóns Óðins, það má kannski segja að hún hafi verið nálægt í að lenda í háska þarna í skólanum í síðustu viku. Við ætlum að kynna okkur þessa sögu. Heyrirðu í mér, Jón Óðinn? Já, heyri ég. Ljómandi, sæll og blessaður. Blessaður. Geturðu farið aðeins yfir atburðarásina, lýst í fyrir okkur hvernig ykkar fjölskylda upplifiði kannski ákveðna tilviljun þennan dag? Já, þetta var þannig að dóttir mín, hún heitir Tinna, hún í þessum skóla í Örebró og að læra þar ákveðna svona ákveðin störf og hún var í skólanum eins og annað síðasta þriðjudag og hádegisbil á hringjunni mömmu sína segist vera stödd á Pizza Hut og það sé eitthvað að gera í skólanum, sennilega einhver byssumaður og Ingu, konu minni, var náttúrulega mjög bílt við og sendi strax skilaboð á frænku sína, það styrsta dætur. En hún eina skólastjórn þessar skóla. Þessi skóli gríðarlega stór, það 7.000 nemendur og 70% eru innflytjendur. Og svo hún sendi henni skilaboð, spurði hvort sé lagi með hana og hún fær strax svar frá frænku sinni, sem skólastjóri, að hún sitji utan við skólan með blóðuðar hendur og spyr svo strax lagi með Tinnu. Sem segir eins og kannski meira hjarta skólastjórn sem að hugsa fyrst og ennst nemendurna ekki sjálfan sig. Og þá átt að Inga sjá því að þetta sé kannski eitthvað svona meira heldur en að við höfum kannski gert okkur í hörund og þá náttúrulega sest maður bara að fylgjast með fréttum í beinni útsendingu og átt að sjálft að meira maður því hversu hræðilegt þetta og það var ekki langt lið á daginn þegar maður kemst að því að árásin átti sér stað á þeim gangi þar sem dóttir mín, þar sem stofa dóttir mínar Þannig að ef hún hefði ekki farið á Pizza Hut með vinum sínum í hádeginu, þá hefði hún verið þarna á ganginum þar sem að flest morðin voru frammi. Og sá sem gerði þetta það svona dóttið, má ekki tala mikið henni síðu verið störa, en það þannig að hann hataði innflytjendur. Og það heyrist á einu myndbandi sem að fólk tók upp að sem að segja þegar fara hérna. En þessi dóttir mín Tinna, hún ættleidd frá Indlandi og er mjög dökk og hörund. Þannig að hún hefði passað fullkomlega inn í hans huga að vera skotmark. Þetta alveg... Þannig að þarna var veruleikinn komin inn á golf hjá okkur.
Þetta alveg mögnuð frásögn og kannski ekkert á hverjum degi sem að stelpan að fara á Pizza Hut í hádeginu. Nei, það gerist, þetta var fyrsta skipti. Þetta í fyrsta skipti? Já. Hvernig verður manni við? Það er þetta ef og hefði. Inga kona mín, hún reyndi að verjast þeirri hugsun ef og hefði, en það er erfitt að gera það. Minn haus hins vegar þannig samansettur að ég festi mig ekki svo mikið við það sem að ef og hefði. Ég festi mig það meira hvað gerðist, hver stóra myndin. Hvers vegna verða menn svona hatursfullir og grimmir að drepa saklaust fólk bara handahófi. En þar satt ég við og sérstaklega kannski út af því að ég hef búin að vinna hérna í 9 ár í Svíþjóð og reyndar alla mína starfsævi hef ég gert að vinna með krökkum sem eiga erfitt uppdráttar og sem að mistekst mikið í lífinu og lífi leikur grátt og kannski fyllast á hatri. Þannig að ég hef haft stráka hérna í Svíþjóð sem að hefðu auðveldlega sem að geta lent í sömu aðstoð þessi maður sem gerði þetta voðaverk, eins og hann hafði farið gegnum allt skólakerfið með því að mistakast og hafði farið undir radarinn og fullorðinsárum þá hann helst ekki vinnu, hann er líka menntun og ekki gengur og þeir sem eru svona, það er svo auðvelt að þegar þeir mistakast þá ætti að finna einhvern sem er sökudólgur og hér í Svíþjóð eins og annars er hamra á því að sökudólgun séu innflytjendur. Það séu þeir sem taka allar peningarinn frá þér, þeir taka vinnunum frá þér og það er svo, innflytjendur get ekki varið sig heldur. Þannig að það hefur verið til miður og alla Evrópu er þessi bylgja af hatri innflytjendum og hún hérna í Svíþjóð líka. Þannig að fyrir mér á snert þetta mig ennþá meira því ég hef haft stráka sem ég hef vinnað með sem að ég sá algjörlega speglast í þessari lýsingu af þessu manni sem gerði þetta. Já. Getur maður snúið huga manns sem er komin á svona vondan stað? Hver er þín reynsla af því? Já, það er alltaf það góða finnst í öllum og það er gott að muna að þessi maður sem framdi þetta voðaverk var einu sinni barn, saklaust barn og hafði síðan drauma og endingar í lífið og það finnst það góð í öllum, ég trúi því og ef maður getur gripið inn í áður en í þessu tilfelli þá var það er svo erfitt þeir sem eru svona, þeir verða svo ósýnilegir þeir fljúga undir radarinn, þeir fela sig þeir vilja ekki vera innan fólk þeir einangra sig og því miður festast þeir svo í þeim heimi sem að á netinu og þar finna þeir sömu raddir og algoritmanir sjáum að dæla á þá hatursáróðri. Þannig að það er erfitt að eiga við þetta en ef maður nær til þeirra þá er þetta mjög það er gott að með þetta án vel við því að Tinna kemur við sögu að ég fekk verkefni fyrir mörgum árum síðan hérna í Svíþjóð að það var 14 ára strákur sem var hættur með til skólan pappans hafði verið alkoholisti sem drakk sig í hel og hafa erfitt fjölskyldulíf og hann kenndi sér hann þótti mjög vænt pappa sem og taldi sig sjálfan bera ábyrgð því pappi sem þeir drukkið sig í hel og var alveg búinn að gefast upp og hann satt heima og hann hafði fengið greiningu að vera á einhverrófi og með ADHD en hann vildi ekki taka lyf en hann svo hræddur það að myndi breytast í pappa sín hann myndi verða missa tökin svo hann vildi ekki taka lyfin og þannig að hann festist í djúpu þunglyndi satt og allar sólarhringinn og í tölvuleiki og þegar fólk sagði að hann var spilafíkill þá var það ekki það tölvuleikirnir þeir voru þeir bægðu burtu sársaukanum og skuggunum í heilanum á honum. En ég fekk að hlutverk að sækja hann hverju degi 1. Ég vildi að fara heim til hans og vekja hann og fara inn í herbergis og ofta fór ég með hann á veitingstað og gaf hann að borða fyrst. Og svo fór ég alltaf með hann í íþróttahúsi í skólanum því að þar fórum við og gerðum smá lyftingaæfingar og spilum körfubolta og svona markmiðið var bara að ná hann út úr húsi. Og svona gekk þetta í nokkra mánuði og hann fór svona að líka við mig og ég var svona eina fullorðna manneskja sem hann svona hans lífi sem hann kunni við. Einn daginn þá sitjum við og þá ganga fram hjá hóp frá innflytjendum og þá bendir hann og segir þetta fólk hata ég og ég segir nú hverja þessu helvíti sniggara. Ég segi ok, af hverju? Já, þeir taka allar peningarna frá okkur.
og ég bara ok, og maður rökraðir ekkert rasisma úr barni eða úlingi. Og ég beið bara og svo liðu vikurnar og hann aftur benti mér þetta og alltaf bara alltaf regla, sjáðu þessu helviti snikkara, ég hata þetta lið. Tinna eins og dóttir mín sem Þeldögg, hún var þá í þessum skóla líka og einn daginn þegar hún var í YouTube þá mætum við Tinnu og þegar ég náttúrulega tala við henni á íslensku og þá stendur drengurinn til hliðar og ég sé hann horfir á mig og á hana og svona þungbrotn og þegar Tinna labbaði burtu þá segir hann mig og þannig, kanntu þetta helviti snikkara tungumál? Og ég segi, nei, þetta á íslensku, þetta á dóttir mín. Og þá sá ég í huga hans hvernig heimurinn hans einhvern veginn hrundi að allt, nú skildi hann ekkert lengur að eina mannskjan sem hann líkaði við átti svart barn, fólki sem hann hataði. Og daginn eftir, þegar ég hitt hann, þá var hann óvinn í málgjöfin og byrjaði að tala fyrirbræð, fór að spurja mig út í það hvernig ég geti átt barn sem var í svart og ég sagði hún var í ættleit og lýsti svo öllu fyrir honum og hann spurði og lokum þá sagði hann það kannski skiptir ekki máli hvernig húðin á litið og þar með hvarf rasismin. Þetta alveg magnað. Það gríðalegt happ að allt hafi farið vel hjá ykkar fjölskyldu Jón Óðinn en Svíþjóð að einhverju leyti í sárum heyrir maður á fréttaflutningi en mér fannst þú vera að segja áðan að það væri kannski ekki allt sem að Svíum liði eins og mætti eða ætti að tala í fjölmiðlum. Varstu að gefa eitthvað svoleiðis í skinn? Já, það er hérna, nú ég þekki mjög marga innflytjendur. Fyrst ég kom inn þá var ég í sænskunámi og þá kynntist ég mjög mörgum innflytjendur sem miklu vinir mínir. Svo ég á mjög góð vinir sem Svíar, orginal Svíar og mjög marga vinir sem víðsvegar heiminum. Svo ég hef báða hliðarnar og síðan hef ég sjálfur upplifað það þegar maður kemur í nýtt land og kann ekki tungumálið og upplifað það þann hróka sem að verður fyrir mörgu fólki þegar maður ekki kann málið. Svo ég þekki þetta í skinni og það er hér í Svíþjóð mynd Svíja sjálfum sér að þeir taki vel á móti fólki sem þeir hafa svo sannlega gert í langan tíma og Svíþjóð er ekki neitt í dag ef ekki verið fyrir innflytjendur. En það hefur breyst núna árum og nú orðið sem eru stjórnmálaöfl sem bara gera út á þetta og það er eins og allir tippla á tánum og vinir mínir sem innflytjendur, þeir segja allir ef þessi maður hefur innflytjandi sem gerir þetta, komið þetta voðverk, þá strax verið komið fram hryðjuverkamaður og allt þetta og hvernig þessu öllu verið snúið upp í það. En sænski fjölmiðlar hafa ekki ennþá notað orðið hryðjuverk þetta eða hvað? Nei, og tippla rosalega tánum og þá með þessi í fjölmiðl núna reyna að vera að útskýra hvers vegna þeir nota ekki orðið hryðjuverk. Hins vegar fyrir mig, það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli að það er hatrið sem orsakar þetta og það liggur fyrir á myndbandsupptöku að hann segir við fólkið og hann hafði sjálfur reynt að gangi hann skóla til að vinna upp einhverja starffræði áfanga og mistekist og það var nóg á skólum í Grendinni. Hann hafa aldrei hennar skólan sem 70% innflytjendur og fólki heyrði hann segja út fram á ganginum þið að fara hérna. Þannig að það var svo augljóst að drifkrafturinn var þetta hatur gagnvart innflytjendum þess að þeir taki allt frá honum og það sé þeim að kenna og maður mistekist allt í lífinu. En þetta má ekki segja svona upphátt. En það gerir fullkomin skíti og finnst þetta vera svona að tippla á tánum kringu svona hluti þá bara talhluti eins og eru. Já. Hvað finnst þér vera líkt og ólíkt með Breivik, hryllingnum og þessu máli? Breivik var náttúrulega miklu meira svona kalkuleraður, eldklár maður sem skipulagði sín hryðjuverk og hafði geta hans til að fremja voðaverk var svo svakaleg. Þessi maður hafði ekki þá getu, hins vegar hafði hann svo vel vopnum búinn. Og krakkarnir, til dæmis Tinna og krakkarnir, þau sá hann koma í skólan með að koma maður labbandi með gítartösku. Og þeir fóru hugst tilbaka, þau sé mann með gítartösku sem labbaði í skólan. Þannig og það sem að réði úrslitum geta hans að miða svona marga var náttúrulega að hafa með sjálfur vopn. Þá einhver umræða að breyta reglum við opinbera stofnanir eins og skóla þannig að þú getur ekki gengið með mörg vopn getur ekki gengið inn í skóla með mörg vopn í gítartösku? Já, það er
svo umræða var eiginlega bara kæfð niður upphafið. Áttaðslega á því að við getum ekki læst landinu, við getum ekki læst skólum, við getum læst húsunum. Við getum ekki lifað þannig. Það þarf að takast á þetta allt annan hátt. En fyrsta skrefið eins og menn hafa bent á að þú þarft ekki sjálfvirk vopn til að stunda veiði. Nei. Stundu var sagt að Norðmenn hefðu mætt Breivikmálinu með ást frekar en hatri. Þeir hefðu hérna vísa til máttarkærleikans. Á hvaða staði eruð þið núna? Hvað þetta varðar? Já, bara eins og Norðmenn. Ég þeirra skoðun að kærleikurinn þar sem drifkrafturinn í góðu lífi. Og ef maður tapar því, þá er maður búinn að tapa. Þannig að ég er ekki að segja að ég vorkenni þessu manni, en ég horfi á myndans og sögans og hún speglast í þeim börnum sem ég vinn með. Og það sjokkar mig að sjá það. Og við sem samfélag, og ég held bara vestan samfélag heimurinn í heild, við höfum tapað samkennd. Græðgin hefur tekið samkenndinni yfir. Og það er það sem hefur gert manneskjuna á því hvað hún er frábær, það er samkenndin. Ef við töpum henni, þá er það búið. Eru einhver öðru fremur sem að þér finnst ábyrg fyrir því að sumt fólk virðist vera mjög næmt fyrir hatursorðræðu og fer að trúa því einmitt að þeirra eigin ógæfa og vanmáttur spretti upp af því að útlendingar í þeirra landi hafi fengið of mikið? Já, sko, hér í Svíþjóð er þetta svo auðvelt. Það er miklu erfiðara á Íslandi að byggja þetta út sem sér í Svíþjóð. Það er bara eitt stjórnmálaflokkur, Sverigedemókratarnir, sem gerir út þetta. En þeir eru með 20% fylgi. Og þannig ég ætla að segja þetta í Svíþjóð, það er svo auðvelt að sjá hvað margir hálfveitar í Svíþjóð. Þeir eru 20%, 24,5%. En það er verið svona á hálfkæringi, en það er sem sko, því miður hafa þetta mikla fylgi hefur gert það verkum að það var þannig á sín tíma að allir flokkar þvertni myndu allir vinna með þeim, en nú eru margir flokkar á hægri kantinum farnir að eins og þess núverandi stjórn Sverigedemókratarnir, þeir verja þá falli, en nú eru farnir að hafa sem sko áhrif. Og þar finnst mér að stjórnmálmönnum að þegar vældakarækinn er komin yfir heilbrigða skynsemi, þá erum við komin á vondastað. En áttu ekki von á því að umræðan þennan tiltekna flokk sem hún nefnir, hefur hún ekki breyst eitthvað í kjölfar þessa voða verks? Jú, og ég vona svo innilega að hún muni breytast hressilega. Já. Jón Óðinn, ég þakka þér kærlega fyrir að upplýsa okkur líðan Svía umræðuna og hjartnæmt að heyra, og maður náttúrulega fyllist bara gleði hvað að þetta skildi hafa sloppið svona fyrir horn hjá þér og þinni fjölskyldu, dótturinni Tinnu. En ég sá á Facebook að þú hafðir svona tekið saman líðan þína og tilfinningar og sett saman í ljóð. Ekki mætti ég biðja að bara flytja hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar þetta ljóð hér í þessu viðtali okkar? Já, ég skal gera það og þakka þér fyrir að kalla það ljóð, fyrir mig er þetta bara svona samtíningur, en hvað er það? Það hljómar svona. Ég sé það allt, það blasir við mér á skjánum, sögur af stríði, skelfingu, örvæntingu og reiði. Brostin augu, barnsönd sem tegir sig út úr rústum, grimmd, svo mikil grimmd. Það skelfir mig, sem er vond, svo ég skipti rás, horfi á þætti, leikna, óraunverulega og falska. Ég gleymi hinu. Þetta er þessi daglega atburða rás, langt í burtu, svo langt í burtu. Þá skyndilega, augu grimmdarinnar mæta mér, ekki á skjánum, ekki langt í burtu. Ég skynja hana núna. Hún andri andlit mitt, köldu miskunnleysi. Hún er hér, hræðsla, ólýsanlega hræðsla. Hvað segir það mig? Þarf ég að upplifa, ég sjálfa mig spyr, reykinn í lungunum, húðin að brenna, neyðarópin í eigin eyrum. Er fjarlæg þjáninga eins frétt sem birtist við mínar dyr? Skömm, einlega skömm. Já. Kæra þakkir Jón Óðinn, maður er nú er að nálgast á augnablik að þú sért að tala við hágrenjandi hvítan karlmann, þáttastjórnanda í öðru landi. Kannski þurfum við bara fleiri grenjandi karlmenn frekar en hatrið sem varst að tala um.
algjörlega sammála og ef ég væri hjá þeim þá myndum við fallast í faðma. Já, við myndum gera það. Heyrðu, kærar þakkir fyrir þetta, Jón Óðinn, og já, ekki er ég nú þjóðhöfðingi, ekki get ég sagt að fyrir hönd íslensku þjóðarinnar þá færum við ykkar hérna bestu kveðjur, en ég get sagt að persónulega þá hérna hugsa ég hlýtt til ykkar allra og það verður vonandi verður þessi hryllilegi atburður, vonandi leiðir hann eitthvað æskilegt, jákvætt eða nauðsynlegt af sér. Eru ekki sammála mikilvægi þess? Jú, og ég virkilega trúi því að það muni gerast. Kærar þakkir, Jón Óðinn, bestu kveður í bili. Takk. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Má ég spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Jóhann Munier, kallaður Jói. Takk fyrir. Hvernig líst þér á ástandi í borgarstjórninni? Takk fyrir góða spurningu. Ég las það bara í blaðinu bara daginn að það gengi mjög illa. Þannig að ég veit voða lítið það persónulega en ég veit ekki svona af hverju það gengur illa. En þú veist, ég óskaði þeim allsins góða og vona að þau geti fundið leið til að vinna saman, enga síður. Hver finnst þér ætti að vera í borgarstjóri? Svona nýr borgarstjóri þá? Já. Já, ég satt best að segja, sko, ég veit ekki einu sinni hvað fólki heitir sem í borgarstjórn. En hvað flokkur? Ég veit það ekki heldur, sko. Ég kaus ekki síðast. Hver saknar þú frá París, myndur þú segja, í Reykjavík? Að þú ættir að taka eitthvað eitt frá París eða Marseille í Suður-Fraklandi til Reykjavíkur og til Hafnarfjarðar og hvað svona myndur þú helst, manstu eftir einhverju svona? Já, ég held að labbitúrarnir voru svona lengri og fallegri og fjölbreyttari. Og hér þetta náttúrulega svolítið svona takmarka þegar maður fer í labbitúr þá maður alltaf hérna í Vesturbænum og Miðbænum og síðan svona kannski Nauthólsvík af og til en það orðið svona sjaldgæft einhvern veginn, sko. Þannig já, ég held að þetta sé það sem ég sakna mest að maður getur svona gengið í raun og veru bara í marga klukkutíma og skoðað og uppgötvað og nýja staði og ný hverfi og nýja götur og eitthvað slíkt sem mjög erfitt svona í hvernig Reykjavík hefur verið hönnuð undanfarin ár, sko, er meira svona fyrir bíla sem ég hef í þannig sé ekkert á móti, sko, ég skil það svo sem en þú veist, ef það eitthvað sem ég get nefnt þá það mögulega það. Takk fyrir, kærlega. Megum aðeins trufla þig hérna? Já, við spyrjum, hvernig líst þér svona á ástandið í borgarstjórninni? Ég bara rosalega glöð vegna þess að ég held að Einar verði ekki borgarstjóri áfram og við fáum einhvern geggjaðan borgarstjóra. Hvern myndur þú helst svona vilja sjá sem borgarstjóra? Sko, ég veit það ekki, sko, ég veit bara að Sanna væri ekkit vondur borgarstjóri vegna þess að mér skilst bara að öllum líki rosalega vel við hana og ég heyri það að hún frábær í samstarfi þannig að hún kannski akkurat sáttasemjari sem þarf í djobbið en ekki það, sósíalistar hafa svo sem ekkert mikið pull í þetta djobb núna en það væri skynsamlegt að ráða einhvern sem að mér svona sýnist svona með það sem að maður heyrir að það gæti verið einhver sátt hana og mér finnst það líka bara cool að minnsti flokkur fengi borgarstjórnar stólinn sérstaklega svona ung og glæsileg kona og einmitt með þetta svona góða orðspor sem að fer af henni. Takk fyrir. Hvað finnst þér svona helst að ný borgarstjórn ætti að bruni að gera? Það nú kannski búið að setja dagskrána en ef þú myndir fara inn í borgarstjórn, hvað myndir þú þá að byrja að gera? Heyrðu, ég var norður á Akureyri daginn í rosalegri snjókomu og miklu fannfergi og allt í henni bara tók ég eftir því hvað Akureyringar hirða rosalega vel borgina sína
og ég hugsaði bara, já, svona var þetta einu sinni í Reykjavík. Þá var göturnar þrifnar og rusli tekið og svona bara, þú veist, umferðin borgina. Þú veist, það bara verið í borginni, maður fann svona eitthvað svona, það var svona einhver umhyggjusemi fyrir gangandi vegfarendum, öldruðum, einstæðum foreldrum með barnavagna og þú veist, að því að maður mann nú þá tíð þegar maður var að ýta vögnum í fannfergi Reykjavík og það var miklu betra, til dæmis þegar ég var með mín elstu börn, lítil, og þannig að já, það mætti ýmislegt laga í þessu og svo bara held ég að við þurftum að hafa bara skemmtilegra í borginni. Meira fjör. Jói var hérna undan að segja að ég var að spyrja hvað hann saknaði frá París, að hann hefur búið þar lengi og hann var að tala um gönguleiðirnar, að það væri skemmtilegra, þú veist, fleiri örugglega græn svæði og svona. Viltu þú segja, manstu eftir einhverju úr erlendum borgum sem þú þekkir, ekki bara Akureyri sem sagt, manstu eftir einhverju sem þú myndir vilja millifæra til Reykjavíkur? Já, það nú mörg græn svæði í Reykjavík, reyndar. Þú veist, það Elliðaárdalurinn og ég meina það mjög gaman á Klambratúni sem heitir núna Miklatún. Fleiri grænsvæði, ekkert sérstaklega mínu vegna sko. Finnst þið bara mjög gaman? Finnst þið mjög gaman á Klambratúni? Já, mér finnst mjög gaman á Klambratúni. Bæði sumar og vetur og reyndar á Kjarvalsstöðum líka. Ég fer alltaf sjaldan en þegar ég fer þangað þá hugsa ég bara, vá, því lítið ríkidæmi að hafa þessa stóru flöt og allan, já, þetta eiginlega skógur komin hann sko. Því maður sér sko að bartrén hafa náðu sér eftir hinn mikla Sitka-lúsar faraldur þegar öll tré virkuðu dauð við Miklubrautina. Það breytt, þau eru öll að lifna við. En svona samgöngumál, myndir þú eitthvað leggja til eitthvað í því? Já, við höfum bara verið duglegir að skutla hvort það eru sko. Já. En gengur þú mest? Ég geng og ég nota líka hopp þó það sé stór hættulegt. Já, ég geng og nota hopp og svo nota ég náttúrulega BSR þegar lífið liggur við og ég þarf að fara langt. Ég kann ekki á bíl sko, þannig að ég keyri ekki. Og ég ánægð með BSR að því þeir eru ennþá með þjónustu þar sem manneskja svarar í símann. Og þess til dæmis hægt að skipta við hreyfil, ég þoli ekki tölvugerla og mér finnst það næs, mér svona persónuleg þjónusta. Ég ofsalega leið orðið á opinberri þjónustu þar sem opið frá 14:20 til 14:22, einn dag vikunar, einu sinni í mánuði. Öll svona opinber þjónusta í borginni hefur náttúrulega orðið mjög svona, hvað ég að segja, já, þú veist, þessi hagræðing og skilvirking, hún kemur alltaf niður á því sem skiptir mestu máli, að maður bara hitt einhverja manneski sem veit eitthvað í sinn haus og getur svarað einhverjum einföldum spurningum sko. Og megum við spyrja hvað þú heitir þótt við vitum það? Nú. Ég heiti Steinunn Ólína. Þakka þér fyrir að spjalla við okkur hérna. Þetta svona hundingjaspjall, svona þú veist við erum að reyna að finna torg eins og grískum Grikklandi til forna. Þetta smá torg hérna. Já, það að gera. Tekur þú fólk, bara rétt undirlega, tekur þú fólk svona talið á gönguðinni? Já, ef ég hitti fólk sem ég hitti, þá ger ég það sko. Mér finnst ennþá gaman að labba Reykjavík þó að sé svona minnum það að maður sé rekast á landa sína, maður svona meira leiðbeina ferðafólki sem að vafrar hér og veit ekkert hvað það á að gera í öllum þessum ljótu draslbúðum sem er að selja með eitthvað kýmest rusl sko. Og þá velti maður því svona fyrir sér, þú veist, hvað eru við að bjóða upp á hérna? Hvað eru við að selja og hvernig land viljum við vera og þetta nú kannski svona bara það sem maður hugsa líka þegar maður að ferðast, það svona einhvers konar seimness að leggjast yfir stóran hluta heiminum og þá einhvern veginn velti maður því fyrir sér af hverju fólk að ferðast til þess að fara á Starbucks og H&M í öðrum borgum. Skilurðu þegar einhvern veginn, þú veist, kaupmennskan orðin þannig að fletir út allan karakter og alla svona persónu svona eiginleika þjóða og landa. Takk fyrir. Má ég bæta við, mér finnst þú með geggja flott hár. Hvað fyrir? Lillablár er nefnilega eiginlega uppáhaldsliturinn minn.
Vigdís Grímsdóttir gaf mér þetta hárspray ég var eitthvað hvort yfir að vera eitthvað dauðiblíslegt hárið. Finnst þetta bara koma vel út? Mér finnst það koma rosalega vel út. Ég nefnilega alltaf að bíða eftir því sko að verða hvíthærð svo ég get orðið bláhærð eins og Marge Simpson. Þetta svona framtíðardraumur, eiginlega eini framtíðardraumurinn sem ég á, af því ég hugsa mjög lítið framtíðina annars. Við sjáumst þá í blámanum. Já, sjáumst í blámanum. Takk fyrir. Bye. Og róðanum, auðvitað líka. Má ég spyrja hvað það heitir? Ég heiti Harpa Sjöfn. Ok, takk. Hvað finnst þér borgarstjóra? Það allt í kaos eins og og ég ofboðslega fegin að flokkur fólksins dró sig strax daginn eftir út. Ég meira fyrir vinstri sinnað stjórnarfólk. En hver finnst þér ætti að vera að taka við? Já, það eins og ég segi, það verður þá Samfylkingin, flokkur fólksins, Sósíalistaflokkurinn, Vinstri græn og svo fræðis. Og ég yrði mjög hrifin að því ef Sanna yrði næsti borgarstjóri. Mér finnst hún æðisleg. Okay. Takk fyrir. Takk fyrir. Jæja, blessu og sæl. Megum við svona kasta á því spurningu hvernig litist á borgarstjórnarmáli núna? Já, mér sýnast að vera í hálfgerðu klúðri. Annað held ég hafi nú ekki að segja. Gerður einhverju hugmyndir svona, eða vonir hverjir taki við? Nei, ég hef satt að segja ekki hugmynd hverjir taka við. Það virðist allt geta gerst mjög óvænt, en borgarstjórnarmál hafa svo sem verið í klúðri áður, svo að það virðist vera að í borgarstjórnarmálum geti bara allt mögulegt gerst þau manni óvarum. Myndið þú óska eftir einhverjum sérstökum borgarstjóra? Já, ég hef nú bara ekki náð að hugleiða það satt að segja. Ég held ég hafi bara ekki fylgst nógu vel með einstaklingum í borgarstjórnmálunum til þess að geta alveg fullyrt það. En hvað finnst þér svona helst núna hefur þú nú stundum kvarta yfir samgöngumálum, takk. Svona hvað myndir þú gera ef þú allavega færi, hvað finnst þér að borgarstjórnin hvað finnst þér náttúrulega að einbeita sér að það núna? Já, mér finnst náttúrulega alltaf verndun gamalla húsa mjög mikilvæg, en leið náttúrulega mikið húsnæðisvandamál sem talað hefur verið og það mikilvægt að hægt sé að fá húsnæði án þess að sé allt of dýrt, og það rétt að mér finnast samgöngumálin skipta miklu máli, að strætisvagnakerfið sé gott. Nú sjálfsagt það meiningin með þessari borgarlínu, ég bara átta mig ekki alveg á því ennþá hvernig hún á að virka, en ég hef kannski ekki kynnt mér að nógu vel. Ég skil ekki alveg af hverju allt í einu var hætt við að hafa Hlemm endarstöð. Ég hef bara aldrei séð neinn rök fyrir því, en það má vera að þau hafi komið fram einhvers staðar þar sem ég hef ekki tekið eftir. Manni dettur í hug bók pappaðins, Jóns Óskars, hvar eru strætisvagnarnir? Af því maður veit ekki hvar eiginlega endarstöðin það var ekkert kynnt. Nei, manni verður nú oft hugsað til hennar. Hvar eru strætisvagnarnir? Maður hefur oft ástæðu til að spyrja þeirra spurningar og það sá bókatitill var einmitt út af raunverulegum draumi sem hann dreymdi og fannst að væri draumur framtíðina. Allt var fullt af háhýsum, hann þekkti ekki lengur Reykjavík og loks komst hann þó niður á Lækjartorg og ætlaði að taka strætisvagn og þá engin strætisvagnar. Þannig að þetta eitthvað sem eiginlega svona almennings umbætur fyrir almenning, það húsnæðismál og samgöngumál fyrir almenning kannski efst á baugi þín vegna. Já, mér finnst það skipta miklu máli. Ég vil samt taka fram eins og
Sko, hvað mig varðar gengur mig bara nokkuð vel að taka strætisvagna svo að ég get náttúrulega ekki dæmt sko í öðrum hverfum en kerfið ekki algjörlega í lamasessi eins og sumir halda fram. Má ég spyrja hvað þú heitir þótt ég viti það nú? Þú ert nú þjóðþekkt útvarpskona, Una Margrét. Ég heiti Una Margrét Jónsdóttir, já. Ætlið að senda allt þetta út. Þetta hljómar held ég hálfskrítilega. Maður ætti nú ekki að vera hræddur við hljóðnema en ég er náttúrulega ekki vön því að hann sé bara allt í einu rekinn upp á mér og viðbúið. Já, ég veit það er svolítið erfitt fyrir mér að koma úr svona rekan en þá er nú gott að biðja þá sem eru vanir og óhrættir við hljóðnemana þannig að ég þakka þið nú kærlega fyrir að koma. Jú, við ætlum kannski bara að hafa þetta óklift svona, prófa það. Já, það verður að hafa það. Já, takk fyrir. Og þá held ég að við segjum þetta gott í bili hérna. María Lilja með okkur, Ævari Ugga og ég heiti Oddný Eir og hundurinn Ríma kveður rímur hérna með okkur og við þökkum öllum þessum góðu vegfarendum sem að voru svona óforvarandi til í bara spontant spjall. Þetta núna finnst manni virkilega bara, samræðan vera komin í gang. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið sæl og blessuð. Við höfum undanfarna mánudaga rætt fjölmiðla frá ýmsum hliðum, stundum verið hér með fjölmenn pallborð, ólíkar skoðanir. Í dag ætla ég að bjóða ykkur bara upp á einn gest. Við ætlum að ræða siðferðisleg álitaefni sem að hafa svona komið upp undanfarið. Eru sumir fjölmiðlar úlfar í sauðagæru, eiga þeir skilið fjölmiðlastyrk eins og aðrir fjölmiðlar sem eru eitthvað minna hlutdrægir er spurning sem að ég fæ stundum bara svona síðast í afmælisveislu helgina. Nú, hvað með þessa styrki þarf þá að breyta reglum þá í samræmi við efnistök fjölmiðla. Við höfum orðið vitni að gagnrýni umræðum fjárstyrki til stjórnmálaflokka. Eru fjölmiðlastyrkir að verða eins umdeildir? Er við hæfi að þingmaður ræði í sömu andrá fjárframlög, opinber fjölmiðlastyrki og hann gagnrýnir tiltekin fjölmiðl vegna frétta sem að honum kemur illa að séu sagðar. Nú, þetta nú bara svona hlutið þeirra spurninga sem langar að impra á hérna við viðmælanda dagsins. Henry Alexander Henrysson, velkomin til okkar. Þú ert háskólakennari, doktor í heimspeki og siðfræðingur. Heimspekingur sem fæst við siðfræði. Já, heimspekingur sem fæst við siðfræði. Já, ég hef nú aldrei kunnað þennan titil með siðfræðingur. Nei, ok, ég skil. En hérna, þakka þér fyrir að koma. Já, takk fyrir búið. Þú heyrðir innganginn, kannastu svona sjálfur við það að hérna, það séu svona kannski aðeins öðruvísi spurningar íslenska fjölmiðlun núna hjá stórum miðlum eins og Morgunblaðinu en verið hafa? Já, og nú var þetta hérna dæmi sem kannski þú nefndir í upphafi sem vakti alltaf athygli þegar nýr þingmaður segir eitthvað svona, það þurfum eitthvað aðtuga, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það orðaði þetta, en það var sem það þyrfti nú kannski aðtuga þessa styrki ef það ætti að tala svona. Já, Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokksfólksins, og svo náttúrulega búið að ræða. Blandar saman þarna olíu og vatni. Já, og svo maður svona má kannski horfa ekki fingur sér eitthvað örlítið með að stundum segja fólk eitthvað hitta leiksins og svo framvegis, þetta er svona eitthvað klaufaskapur líka, en það búið að ræða þetta en það gengur ekki það sem hann sagði. Nei, það gengur ekki. En þetta fer náttúrulega inn í svona stóru umræðu og þú komst líka inn á það að það eru bara einfallega stór umræðu hvernig við nýtum opinbert fé og hvernig við reynum að þá nota opinbert fé til að styrkja lýðræðislega innviði samfélagsins. Já. Og kannski þekktasta umræðan nú undanfari hefur verið til stjórnmálaflokka. Það sem við erum sammála það að það þarf að vera svona ákveðin
þetta eru töluveri peningar og þeir eru nauðsynlegar því við vitum það við getum ekki haft þetta hinvegin að bara fjárafla fólk geti styrt sko, við viljum hafa jafnræði milli flokka og meira gagnsæi og svo framvegis. Þannig að þess vegna erum við með þessa styrki til stjórnmálaflokkana hér sem ég held að séu flestir sammála að séu nauðsynlegir og margir sem benda það í umræðinu, þú manst það kannski sem sögðu, við erum að gleyma stóru myndinni, þetta er alveg nauðsynlegt, ekki festast, en á sama tíma er það bara þannig að við vitum það þurfa að vera einhvers konar, það þarf að vera umgjörðum þetta, það þarf að vera einhvers konar hlutlægi mælikvarðar hverjir fá þetta og hvað þarf að sýna fram á til þess að þú er rétt á þessu og þá hefst þessi umræða sko minna voru þetta alvöru stjórnmálaflokkar þetta sem sagt er þetta hluti af flokksstarfinu skilaðir þessu og svo framvegis svo náttúrulega eru þetta fjölmiðlarnir sem eru jafnvel ennþá svona þetta er ennþá flóknari fyrirbæri og erfiðar að festa svona hendur á nákvæmlega hvað er fjölmiðl og hverjir eiga það að fá þessu opinberu styrki sem við aftur erum öll sammála að það þarf að hafa einhvers konar kerfi hérna sem aðstoðar svona samfélagslegt kerfi sem aðstoðar þá sem þurfa mest á því að halda til þess að ná svona fjölmiðlar sem ná máli, við erum öll sammála það þarf að vera svona einhver grunnstarfsemi hérna hún sé gerð almennilegan hátt til þess að þessi fjölmiðlar eigi skil og opinbera styrki en vandamálið er hvernig búið til þessar hlutlægu mælikvarða þurfa þeir að vera hlutlægu mælikvarðar þurfa þeir að vera til, ég meina hvernig mælikvarða eru þetta og við erum kannski dálítið núna og verður að geta jafnræðis til dæmis ég meina, er ykkur fjölmiðill svo stór hann þarf ekki á svo halda, verður hann líka þá alltaf að fá hlutfærslega jafn mikið, það verður alltaf stórar tölur og verður kannski dálítið skrítið að sjá það Norðmenn, að þú nefnir þetta Norðmenn hafa til dæmis langa hríð sko, þegar þeir eru að veita svona dreifbýlistyrki byggðastyrki til fjölmiðlana þá veita þeir ekki þeim sem eru öflugastir á markaði Já, það eru góð rök fyrir að gera það ekki heldur, sem sagt en ég skil líka rökin fyrir því að við erum aldrei hrifin af svona jafnræðisrökum við göngum stundum aldrei langt í svona jafnræðisrökum að það þurfi sem sagt ýmislegt sem á að þið opinbera er aðstoða með að þurfi þá allir að fá það því þetta er opinbert fé ég er ekkert endilega vissum að það sé rétt nálgun alltaf að því einfaldlega stundum og fé er oft best nýtt að það fari þangað sem þörfir á því heldur en að það fari jafnt yfir alla þannig að jöfnur getur verið stundum svona misnotað hugtæki í þessu sambandi Skiptir eignarhald fjölmiðla einhverju máli í þessu samhengi nú vitum við að útgerðamenn eiga mokkan sumpart bendir þó nokkuð til þess eftir að ný ríkisstjórn tekur við völdum sem ætlar alltaf að hækka veiðigjöld og eitthvað svoleiðis sem kemur útgerðamönnum ekki vel sumir þykjast sjá það að Morgunblaðið sé bara í herferð gegn þessari ríkisstjórn og eigandavaldið sé bara blómstrandi í ritstjórnarstefnunni getur það skipt einhverju máli þegar við erum að ákveða svona opinberan stuðning? Já, í einhverju leiti en sko lýðræðislega held ég að það sé ekkert slæmt að hafa öflugan stjórnarandstöðu fjölmiðil við erum náttúrulega, eins og þetta nefna þarna þá vitum við hvaðan svona helsta eignarhaldið hvaðan það kemur og hvaða hagsmuni verið að verja þarna. Við þekkjum ritstjóran. Já, það getur spilað inn í og hver ritstjóran spila líka inn í þetta. En í sjálfu sér er að hafa gagnrýnin sem sagt fjölmiðil sem stendur mjög sterkt gagnvart ríkisstjórninni er kannski lýðræðislega ekkert sérstaklega slæmt. Nei. En spurningin er bara hvernig þeir gera þetta og þannig að ég er ekki alveg kannski búin að átta mig á því hversu langt á að fara í þess átt að gagnrýna fjölmiðli fyrir þetta því að sumt sem hann er að gera einfallega bara það sem gagnrýnin fjölmiðli í sem sagt í ans í sjálfu sér við vitum alveg að þessi flokk þetta er fjölmiðil sem tengist ákveðnu stjórnmálaflokki sem er óvænt að mörguleiti að minnst kosti áliti sjálfsins og óvænt í stjórnarandstöðu og kann þetta illa þannig að við mögum alveg búast við að það sé mjög öflug andstaða sem er sem sagt við þær hugmyndir sem hafa komið svo ég vil bara til að sjá hvaða hugmyndir sem sagt hverjar það verða í raun og veru og það verður alltaf athyglisvert að sjá kannski hvort að það sljákki í þessari gagnrýni sko ef hugmyndin er ekki eins róttækar og kannski óttaðist fyrst þá áttar maður svona á hvað er verið að spila þarna en já svona almennt sko ég held að þetta snerti frekar þetta sko þegar fjölmiðl hefur sterka bakjalla og hefur mikla útbreiðslu og þarf hann sama
hlutfastlega sama stuðning og kannski einhver minni sem að koma einni gagnrýnum sjónarmiðum á framfæri, mjög lýðræðislega mikilvægum sjónarmiðum, en þurfa að ná svona upp úr jarðveginum sko. Ég ekki kannski fínu betur vari í það heldur en að halda úti svona sem maður segir svona, maður segir kannski að fé sem skiptir ekki öllu máli. Heldur bara styrkir það sem verið að gera hvort sem því að það eru fjölmiðlar hérna sem við þekkjum sem kannski bara þurfa á þess að halda til þess að geta haldið út einhvers konar starfsemi og ég held að svona þumalputtareglan hljóti að vera svona í lýðræðislegur samhengi að því fjölbreyttari raddir sem eru þarna úti því betra fyrir samfélagið. Það sem verst við þetta allt saman er að þarna við værum bara með mjög fáa fjölmiðla sem væru með mjög einsleita raddir og það það sem óttast mest. Einmitt. Ein varasöm áhrif sem gætu orðið af því að þingmenn, pólitíkusar séu að sussa á fjölmiðla og jafnvel hóta þeim því að það sé hægt að svipta þá fjárstyrkjum frá hinu opinbera. Ein hugsanleg varasöm áhrif eru að sko fjölmiðla ritskoði sig þann í þá átt að þeir flytji síður gagnrýnar fréttir sem koma stjórnvaldinu illa. Það augljós hætta. Ég tek eftir því alltaf Helgi Seljan, kollegi minn, sem reyndar ekki að starfa blaðamennsku akkurat sem stendur en maður á nú vonaði að hann komi nú kannski aftur inn í geiran síðar að hann til dæmis svarar Sigurjóni Þórðarsinni með mikilli ákefð. Hann segir stopp nú þegar Sigurjón ræðir fjölmiðlastyrki og sem sagt efnistök Moggans í samhengi við umfjöllun Moggans Flokk fólksins. Hann segir stopp nú ef forsvarsmenn þessarar ríkisstjórnar koma ekki fram og taka fortakslaust og ákveðið afstöðu gegn þessum hótunum og fyrirætlunum óhætt að hafa verulegar áhyggjur af því sem koma skal. Svo bætir hann við, það hreint og beint ógeðfellt að heyra þetta og að vitna til umræða Sigurjóns. Stjórnmálamenn sem ætla að beita valdi gegn fjölmiðlum sem þóknast þeim ekki eru einfaldlega hættulegir. Já, ég held að þessi allir sammála þetta voru algjör afglöp hjá honum að segja þetta. Þannig að ég held að það og ég vona að mörgu leyti eins og gerist oft þegar afglöp eru framinn að fólk læri á þeim sko. Ég hugsa að þetta var orðið þess að svona orðræða hún fyrir ekki í ganga aftur. Nei. En spurningin alltaf, ég minna, sá þetta einhverjum fræjum, óttast sko, ég minna, það væri hægt að senda einhvern fram á vígvöllin, segja svona og sem bíða svo afsökunar og segja þetta hafi nú verið mistök, en skilabúðin eru komin á framfæri sko. Og eins og þú segir, þá náttúrulega svona ritskoðun eða áhrif og ritstjórnarstefnu oft aldrei þögul. Ég minna, þetta fólk ritskoða sjálft sig án þess að kannski gera sjálft grein fyrir því og ef skilabúðin eru komin á framfæri þá geta afleiðingarnar verið alveg gríðarlega alvarlegar. Já, það geta verið það. Við öll, finnst mér, eftir ansi langa göngu í blaðamennskunni, mér finnst við öll vera að sko læra svolítið öðruvísi veruleika, fjölmiðla veruleika núna. Ritstjórnarstefna Moggans hefur breyst eftir að þessi ríkisstjórn tók til starfa. Hún hefur breyst mjög mikið að mínu mati. Það var dag eftir dag eftir dag eftir dag ýmis alvöru hneykslismál eða bara mjög léleg fréttamál sem beindust gegn ákveðnum öflum og maður ekki vanur að sjá svona grímulausar herferðir eins og hafa verið hjá Mogganum. En maður skoðar, mér hefur verið bent á það, ef maður skoðar sko samband sumra blaðamanna þeirra sem hafa gengið harðast fram við Sjálfstæðisflokkinn, þá þetta mjög ofta annarkvort einhver bein lína eða hafa gengt fyrrum trúnaðar störfum eða eitthvað svoleiðis og ég lenti nú sjálfur í þessu sko þegar ég fór í framboð fyrir Flokk fólksins í fyrra að mér fannst ég ekki geta tekið neina umræðu sem dagskrárgerðarmaður eða blaðamaður eða fréttamaður og þegar ég var hér að ræða við fólk og fólk ætlaði eitthvað að fara að
tala um mig sem þá bara hérna sagði ég því miður ég get ekki rætt þetta, þannig að augljóslega fer það ekki vel saman að hérna sama fólk sé í fjölmiðlun og pólitík og við höfum svona vanist í að það sé ekki gott. Við vorum með flokksblöðin hérna áður fyrr og þetta var með allt öðrum hætti heldur en það í dag. En sem sagt, það sem að mér finnst núna vera í gangi að internetið komið, gervigreindin á leiðinni og komin. Fjölmiðlun hefur tekið stakkaskiptum með rekstrar aðstæður fjölmiðla eru mjög veikar. Megnið af súrefninu, bara lífæðin til fjölmiðla, tekjulega lífæðin að miklu leyti farin. Við getum sagt að 60% auglýsingatekna sem íslenski fjölmiðlar hefðu átt að fá sig farin út fyrir landstyrna með efnisveitum og svona og áskrifandafé er mjög lítið sem að hérna, þannig að þú veist fyrir mig sem að byrja 1984 í fjölmiðlum þá er eiginlega ekkert líkt með rekstrarumhverfi fjölmiðla í dag og var það var miklu traustara þótt að væri náttúrulega í einhverju svona flokkspólitík. Hvað sko ég veit að þetta óstór spurning til þess að þú getur hérna svarað henni en sem sagt hver besta leiðin fyrir okkur að þínu mati sko til þess að við svona þreifum okkur áfram hvaða mælistiku höfum við það hvað sé eðlilega og góð fjölmiðlun og hvaða braut þurfum við einhvern veginn að feta núna í þessu ástandi sem ég að reyna að lýsa? Eitt sko sem ég held að þurfi og sé dálítið á undanhaldi í fjölmiðlun og við rættum þetta með áður en við settum síðan niður í upptökuna. Það sem sagt sko ritstjórn fjölmiðla. Það sem er dálítið á undanhaldi einhvers konar ritstjórn. Sem sagt fagleg ritstjórn. Það einhvern veginn allt birt og ef eitthvað byrt eitthvað vitleysa þá kannast ritstjórarnir ekkert við það sko, það bara stöðugt verið að dæla inn efni og það engin svona, það engin hliðvörður á hvað sem sagt, það kemur af einhvers konar samfélagsmiðlum, það kemur keypt frá öðrum fréttamiðlum, það er stöðugt þessi dæling sem við þekkjum svo vel núna. Það engin sem lesi yfir greinar aðsenda greinar morgunblaðið má eiga það að maður heyri stundum eitthvað kvart yfir því, ég fekk ekki birta greina því ég ætla að einhver var að gagnrýna útgerðin eða eitthvað og verður svo eða mæla fyrir Evrópusambandinu eitthvað svoleiðis og alveg brjálaður að hafa ekki fengið birta grein ég verð nú bara að segja að einhverju leiti þá bara þá er það einhverju leiti almennilegu fjölmiðill af því að það getur ekki gengið þannig að við bara þessi allt byrt stöðugt og það enginn sem lesi yfir og það enginn stefna, það enginn ákvörðun, við ætlum ekki að byrta svona, við ætlum að sko, og svo þegar við verðum komið með gervigreind meir inn í þetta sem skapandi gervigreind, svona generatíva gervigreind sem mun framleiða efni það er það sem ég óttast kannski mest í framtíðinni sko, að þá verður bara dælingin svo stjórnlaus, það engin ritstjórn og það er náttúrulega vont að við þurfum að fara aftur sko, að það sé ekki hægt að vera með ritstjórn sem ekki eins og var á flokksblöðunum. Þú nefnir hérna Morgunblaðið á þeim, við sjáum alveg núna að það er bara afturkvarf til þess tíma, ég meina mörguleiti minna þessar fyrstu vikur nýra ríkisstjórnir á bara hvernig þjóðviljum var í gamla daga því þeir voru yfirleitt alltaf í stjórnarandstöðu. Sammála því. Þannig þetta var svona sami tónninn, það var bara gripið í allt og allt gert tortryggilegt og það var bara svo þjóðviljum þurfti að gera alltaf, vildi gera það því að það var komin ný ríkisstjórn sem það var því að bandalagi var ekki með í og þetta er bara nákvæmlega sama, ég meina Davíð bara að fara aftur til gamla tíma núna og bara það er bara ákveðin stefna en getum við ekki haft, það ekki draumurinn okkar að það séu fjölmiðla til það sem eitthvað svona ritstjórnastefna, ritstjóri það þýðir ekki þessi einn maður sem ráði öllu heldur sé ritstjórn og það sé einhver hugmyndur við byrstum ekki svona, við ætlum ekki að hafa þetta svona það sé einhvers konar fagleg handleiðsla og það er þessi svona kannski fagmennska sem maður saknar mest frá fjölmiðlum núna og hér dettur mann í hug í rauninni hvað fall fréttablaðsins þjóðinni dýrt vegna þess að það frekar stutt síðan ég var að starfa þar og ég get sagt þér það ritstjórnarfundirnir þar á mótnana þar tókust á alls konar sjónarmið þegar við vorum að ræða það hvort við ættum að fara í mál og hvernig við ættum að fara í það
og þarna voru bullandi hægri menn og einhverjir vinstri sinnaðir og svo bara ræddu við okkur einhverju niðurstöðu en þetta samtal held ég að sé ég held nefnilega að þetta mjög gott dæmi hérna, þessi fjölmiðl ekki til á Íslandi núna svona fjölmiðl, það sem ritstjórnarfundur, það rætt hvað erum við að byrta, ég meina hvað leiðir við að fara, ætlum við að fylgja þessu máli eftir eða ekki, mér finnst þetta dálítið vera svona dálítið á einhvers konar ég segi kannski mögulega þessum 2 fréttastofum þarna sem sagt einhverju leiti fréttastofu Stöð 2 og svo Ríkisútvarpsins en þannig það þarf svona ritstjórnarstefnu en því við erum kannski búin að vera dálítið mikið að tala þessi blöð sem eru svo með netmiðlana sem kannski flestir hafa svona horfa mest til sko en mér finnst þetta svona annars vegar eins og ég segi annar MBL komið með einhvers konar bara flokkspolítíska eða sem sagt svona gamla flokksblaða ritstjórnarstefnu að hluta til og svo einhverja algjörlega óriðskoða vitleysi stefnu líka sko sjá maður setur bara hristur hausinn í meina ef þú ætlar að leggja svona mikla áherslu á þetta á pólitíkina getur ekki aðeins passa hvaða vitleysa kemur þetta líka hinnu fréttunum og svo náttúrulega Vísir sem svona dálítið náttúrulega gríðarlega vinsæll fjölmiðill en hann virðist vera bara einhvern veginn svona með opinn krana sko og ég veit ekki það einhvern veginn svona að allar aðsenda greinar byrtast og svo skrifa fréttur upp úr því að það rosalega opinn og svona og mikið af fréttum frá þess með vitnaði í samfélagsmiðla hvað þessi sagði og svo einhver og maður sér það líka út í að það svona svipað mikið vitnaði í hvað einhver sagði og svo bara einhvern veginn verið að endur segja einhverja svona frásagnir sem í sjálfu sér á ekkert erindi kannski fyrir alþjóð á ekkert erindi fjölmiðla að vera endur segja svona eitthvað orðaskak á samfélagsmiðlum. Nei, og mér finnst þetta allt vekja spurningar stöðu Ríkisútvarpsins að sko að þú nefndir Stöð 2 nú berast fregnir af því að Sýn rekstrarfélag Stöðvar 2 Bylgjunnar og Vísis, það standi illa fjárhagslega sumir fjölmiðlar hafa verið að birta fréttir það að fjárhagsstaða Sýnar sé viðkvæm það hefur verið talað að jafnvel bara hætta sjónvarpsfréttum, leggja niður þetta og breyta þessu og eitthvað svona sem gerir fólkið sem vinnur þarna viðkvæmt fyrir sem getur fjölmiðl sem á hrakhólum fjárhagslega hann er viðkvæmari fyrir bias vegna þess að það getur verið einhver fjármálaöfl sem að spá í að gera slutafar eða eitthvað svoleiðis að þau getur komið inn og skekkt fréttastefna ég ekkert að segja að þetta sé að gerast hjá þeim en hættan sannlega fyrir hendi og við erum búin að vera að ræða mokkan og við erum búin að vera að ræða það að fréttablaðið er fallið og horfið og dottið úr leik og þá eru bara svona eftir einhverjir minni gerendur fyrir utan Ríkisútvarpið og sko er ekki komin upp svo staða núna að við þurfum einhvern veginn öll að taka nýtt samtal fréttastefnu Ríkisútvarpsins og sem sagt ég svolítið fjallaði það bæði í einhverjum ritrindum greinum og líka bara svona daglegri umræðu að sko fréttastefna Ríkisútvarpsins er núna í seinni tíð aðalega lýsandi, hún flytur lýsandi fréttir þegar ég myndi segja að ákallið greinandi fréttir svokallaðar sé æpandi að við þurfum akkurat greinandi fréttir sem kosta pening sem kosta mannafla og eru þá fréttir sem að ef við getum treyst kannski aðeins betur heldur en frá öðrum fjölmiðlum. Hvað segir þetta okkur almannaútvarpið og sem sagt hvert það skuli stefna? Já, ég held að greiningi þín sé alveg á rétt sko en ég held að sé flestir svona sammála það. Mörguleiti stendur Ríkisútvarpið ágætlega sko en það má sko, ég myndi halda til dæmis að það myndi þola illa skort og samkeppni segjum sem svo að fréttastofan og Sýn myndi, henni er lokað eitthvað því, svoleiðis, ég held að hann færi þá ennþá meiri en að lýsandi ham sko. Já, segir hann, segir hún endalaust segir hún, segir hann enginn veit neitt. Já, ég get alveg ímyndað með það að við vitum það alveg að það þarf sem sagt að vera einhvers konar samkeppni að það milli fréttastofa til þess að þetta séu svona fréttir sem fólk hefur finnst það einhver fá út úr að fylgjast með og læra einhvað nýtt og mörguleiti þá dettur fréttastofa RÚV oft í þennan gír eins og þú ert að lýsa það eru svona vissulega undantekningar frá því og stundum er maður alveg sáttu við umfjöllun þeirra en
En það alveg rétt að ég held að sé flesti sammála það að stundum þetta frekar veikt sko. Og ég held líka að þetta sé dálítið mitt, þá ég kannski tala sjónvarpsfréttir fyrst og fremst. Þetta svona smá samkeppni þar á milli að ég myndi ekki vilja hugsun til enda ef það sem sagt, það væri ekki að minnsta kosti tvenns konar sjónvarpsfréttir. Hérna 2 sjónvarpsfréttatímar hjá 2 aðilum á hverju kvöldi, því að ég held að það yrði ríkaleg niðurstaða að hafa bara RÚV á markaði með þessar sjónvarpsfréttir, að þá myndu þeir fara meira og meira í svona þessar sem þú kallaði lýsandi fréttir sem væri gæfu lítið svona litla ástæði til þess að fara í dýrari, flóknari meiri greiningu sko. Sko það var Lilja Alfreðs. Ég held um líka að sjá þetta öðruvísi sko, að það sé sem sagt að samkeppni gera verkum að þá farið í svona kannski meira léttmeti. Ég er bara ekkert viss það sko. Ég held að það sé frekar að þarna ef RÚV væri bara 1 þá færi það meira ég hugsa að gýrin yrði miklu. Við erum bara nú þurfum við að gæta ennþá meira að okkur og nú verður þetta bara voðalega lýsandi og þægilegt fyrir alla, við getum ekki gert neitt annað en bara komið svona hvað maður að segja svona stuð ekki nokkurt mann sko, af því að við erum sko, ég held að þetta og þetta alveg ljóst að við þurfum einhverja fleiri svona fréttamiðla 2 heldur ekki nóg sko, það þurfa að fréttastofur fleiri mín reynsla sko að þetta skítadjobb og ekki fallið til vinsælda að til dæmis ætla að vera aktífur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu í íslenskri fjölmiðlun. Við erum svo fá, það sem ekki nálæðarvandi. Þú ert alltaf strax búin að eyðileggja einhverja stemningu bara í þinn nærfjölskyldu, bara með því að flytja einhverja frétt sem að þeir finnst þú þurfa að gera. Og en á sama tíma þá þeir sem skoða mikilvægi gagnrýninnar blaðamennsku, þeir allir sammála það að hún í rauninni okkar verðmætasta blaðamennska, varðhunds hlutverki svo kallaða og á tímum hvað maður að segja á tímum aldar markaðsaflana getum við að segja þegar allt að safnast á æfærri hendur, þá finnst mér að við eigum að vera í hugmyndafræðilegri umræðu Ríkisútvarpið, fréttastofu Ríkisútvarpsins sem sannarlega þarna einhverja eyju sem að ætti ekki að þurfa að hafa jafnmiklar áhyggjur af alls konar þrýstingi, alls konar markaðsmálum eins og einkarekni fjölmiðlar. En eins og ég segi, ég hugsa að þið þurfi líka aðhald bara frá öðrum fjölmiðlum sko. Það stór hluti af þessu en við þekkjum alveg hver umræðan það verið að reyna að slökkva þann litla neista sem á þeirri fréttastofu RÚV. Það mjög öflug í samfélaginu sem reyna slökkva það neista alveg stöðugt sko. Þau segja það sjálf, fréttamennir þar að þetta sé stanslaust áreiti. Þá segi ég bara so what, það innbyggt í djobbið, hættið að væla og vinniði vinnun ykkar. En eins og ég segi, þetta mismunandi og það sem RÚV hefur þó náttúrulega sem betur fyrir höfuð þennan fjölmiðla því að hann er stór og það ýmislegt sem margir þættir nýttir vel. Þetta er ekki bara fréttastofa og saman þetta mörgu leyti ágætlega virkur og hefjalefnaða fjölmiðluna sko, finnst mér. Það er margt gott. Því að vegna þess að þetta er samnýtt og það þetta að vera með viðtöl og greiningu bara í stökum þáttum sem eru kannski ekki beint augljóslega fréttatengdir en þetta svona dálítið fjölbreyttur miðill sem og þarf að nýta það betur. En við þekkjum það líka alveg að gagnrýnin og svona kalla þetta bara árásirnar alveg miklar. Ég meina það oft verið mjög blásið þætti svo Víðsjá og þannig þætti sko að þeir séu allt of gaggrínir og
og hvassa þjóðmálaumræðu og fleiri stætti á svipuðum tíma sko. Og nú er alveg virkað stundum þessi strategi að hægri mann að saka fréttastofan alltaf að vera langt til vinstri sko, þegar það fjærri lagi. Algjörlega. Þá eru menn einhvern veginn alltaf að passa sig. Ja, þú reynir að færa ramman sko, þessi gagnrýni er ekki hún er ekki ástæðulaus og hún er ekki óskipulögð sko. Við ekki gleyma því að henni er stöðutaldi við. Það er annað sem ég veist áhugavert að sko, það er Lilja Alfreð sem kemur á þessum rekstrarstuðningi til einkarekinna fjölmiðla og hún er nú ekkert að gera það vegna þess að Íslendingum, Framsóknarflokknum hafi dottið það í hug, þetta er svona leið sem að önnur lönd hafa verið að fara. En sko, hér var það þannig að sko, að úthlutunarnefnd núna skipar einhver sko lögfræðingur samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar og svo er löggiltur endurskoðandi samkvæmt tilnefningu Ríkisendurskoðunar og svo er reyndar einn þarna sem er tengdur Háskóla Íslands samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins. Það er fjölmiðlanefnd sem sér umsýslu umsókna og veitir úthlutunarnefnd ákveðna sérfræðiaðstoð, sannarlega vegna þeirra. En ég spyr mig samt sko, er þetta rétt mannað? Ég veit það ekki. Ég held kannski að við þurfum að fá blaðamenn sem eru ekki blautir á bakvið eyrun meira inn í þessa stefnumótun, ekki síst samanber þetta sem ég var að lesa upp að Helgi Seljan hafði sagt viðsján að ef þú ruggar fjölmiðlavaldinu þá eða ræðst á fjölmiðlavaldi þá ertu svona svolítið að ráðast á varnir almennings, ekki satt? Jú, algjörlega. Sko, nú getum við örugglega báðir verið sammála það er ekki til fullkomin leið til þess að hvernig útluta maður peningum, sko. Og hverja skipa maður í opinberar nefndir og ráð. Þetta er alveg sem að þekki bara persónulega. Það er alltaf gagnrýni á það og þetta er erfitt að finna svona réttu leiðina. Þannig að ég veit ekki alveg hvað maður ætti að segja ætti að koma í staðinn. En ég vona bara að okkur farnist þannig að við lærum af reynslunni, að það sé lærdómur dreginn af hvernig þetta er að þróast. Það er það sem er stóra málið í þessu, að þó þetta fari kannski, og þetta er tildulega nýlega að fara á stað, erum við að læra af reynslunni núna? Þú segir, er eitthvað samtal í gangi hvað við ætlum að fá út úr þessu? Erum við að læra af reynslunni, hvað gengir vel og hvað illa? Erum við að læra sem líka, ég þekki líka mæta vel bara störum öðrum opinberum nefndum og ráðum, erum við að læra af hvernig þetta gengur erlendis, eins og þú ert að nefna? Ég meina, er einhver lærdómur dreginn, sko, þetta skiptir kannski ekki alltaf öllu máli, sko, hverju fara inn í þetta og hvaðan koma þeir og svona, heldur er gefin tími fyrir þennan mekanisma til þess að læra af reynslunni. Það er það sem ég hefur alltaf mestar áhyggjur af, að þetta sé bara einhver fundatími skipulagður sem í raun og veru ekkert nema úthlutunin og að taka ákvörðun og þetta er allt og lítill tími og það er engin tími til að svona ígrunda, ég meina, tilkvæmst við að þessu, hefur það tekist sem við ætluðum okkur að gera, tekst það betur annar staðar, höfum við gert mistök og yfirleitt er bara ekki gert ráð fyrir þessum tíma oft í svona opinberum nefndum, sko, og ég þekki það bara þarna stundum alltaf að berjast fyrir því að þessi tími sé til og því að það er ekki hægt, það er ekki mögulegt að vera með, sem sagt, við ætlum að gera þetta, við erum með einhver markmið og við fundum strax í fyrstu atriðinu bestu leiðin til að gera það og besta hópin til að gera það og þessum hópi var tryggð allar upplýsingar sem hann þurfti og allir eru ánægðir, þetta bara virkar ekki þannig að ég hugsa þessi og komast gagnrýnisraddir til skila stoppa þær eitthvað stóra leiðin, eru þeir bara sko, minna, er hægt að taka við gagnrýnisröddunum, er þetta fólki með málefnilega gagnrýni oft og þarf að benda á hvað miklu betra að gera þetta svona en kemst það til skila eða bara dettur það dött niður eitthvað staðar. Ég var einu sinni sjálfur. Er það bara einhverju svona þáttum sem þetta kemur fram og það er bara hipsum haps hvort að fólk sem þyrfti að hlusta á þetta er sem sagt að þarna að hlusta eða ekki, sko. Já, ég var einu sinni sjálfur ritstjóri héraðsfréttamiðils og ég hef heyrt í kollingum mínum til dæmis út á landi núna sem segja að það skipti þá bara sköpum upp á reksturinn að fá
kannski 4, 6, 8, 10, 12 milljónir á opinberu fé og þeir geta þá ráðið blaðamenn og geta sinnt hérna nær samfélaginu miklu betur en annars væri hægt að gera og það eru margar rannsóknir sem sína það að staðarvitund íbúa hvað sem í heiminum, hún bara hérna, hún sterkari og öflugri og ef það einhver svona nær fjölmiðlun samfélagsmiðslutverk fjölmiðla mjög mikilvægt, ekki síður en varðhunds hlutverkið og hérna við viljum hafa sem sagt öfluga held ég flest héraðs fjölmiðlun hér og þar þannig að sko sumt í þessu kannski ekki svo mjög umdeilt en sko mér sýnist hérna á töflu yfir rekstrarstuðning 2024 að Árvakur sem 124 milljónir og það ansi hátt hlutfall af heildar fjárhæðinni og það svona margt sem að hérna má rífast í þessum efnum en svo líka sko hérna ef við höldum aðeins áfram, mér langar til þess að ræða Ríkisútvarpið aðeins betur við þig að hérna stjórnvöld hafa skipað nefndir til að reyna að styrkja enga fjölmiðlun á Íslandi og svo síðast að hún sagði að þetta með auglýsingar Ríkisútvarpsins og yfirburðastöðu Ríkisútvarpsins á markaði náttúrulega gengi ekki og við sem að höfum hérna, ég hef reyndar unnið á Ríkisútvarpinu sjálfur en ég hef meira unnið á einkareknum miðlum í samkeppni við Ríkisútvarpið um auglýsingar mér finnst þetta algjör hryllingur hvernig hérna harkarar Ríkisútvarpsins í auglýsingadeildinni ganga fram eru kannski á kötti, fá bara meiri laun því hérna fleiri auglýsingar þeir ná í með alla forgjöfuna með 6 milljarða í opinbert fé frá hérna ríkinu frá þér og mér þurfum að borga nefskatt sko þessar nefndir sem hafa verið gerðar þær eru alltaf að tala að það þurfi einhvern veginn að breyta yfirburðastöðu Ríkisútvarpsins á þessum auglýsingamarkaði sem drepur niður einkarekna fjölmiðlun bara gerir fjölmiðlun fátæklegri á Íslandi en það eins og enginn leggi í það hvers vegna ekki? Nei, ég veit það ekki. Ég held að þetta nú bara þetta svo oft sko. En það svo segir, ég meina það allir sem skoða þetta segja það sama. Þannig að þetta í raun og veru algjörlega óskiljanlegt. Af hverju það ekki pólitísku vilji bara til þess að láta eitthvað gerast í þessu. Það ekki bara? Þetta ekki óskiljanlegt? Þetta alveg óskiljanlegt og það virðist heldur ekki skipta öllu máli hvaða flokkar eru við stjórnvölinn. Og þannig ég hef bara einhvern veginn aldrei skilið á hverju þetta gerist ekki á hverju það ekki hægt að grípa til einhverju aðgerð og það er, eins og þú segir, margir skoða þetta og það komið fram sem sagt þarna ólíkar leiðir hvernig best að gera þetta og breyta þessu og hvernig hægt að snúa þessu einhvern veginn öðruvísi, en það eins og það vilja enginn taka þetta stökk, ég hef ekki hugmynd það sko, hvers svona það og þetta getur náttúrulega líka verið, ég raun og veru mörgur leiti jafn mikill eða ekki mikilvægri stuðningur við fjölmiðli heilsinni eins og einn opinberi styrkur sko. Og hefði raun og veru mátt gera þetta, ger ég ráð fyrir bara á sama tíma sko. Til þess að þarna átt að sjá þessum heildaráhrifum svona opinberi stuðning sko. Við getum kallað þetta viðskiptalegt siðferðislegt álitamál, þess að yfirburðastöðu RÚV á auglýsingamarkaði. Já. Og svo náttúrulega eins að þú varst að nefna þarna áðan og ég þekki náttúrulega kannski ekki en það eru líka alveg sögur í gangi gríðarlega öfluga auglýsingadeild sem svona sem hegðar sér eins og hún sé á einkamarkaði. Já, einmitt, þetta hefur maður oft heyrt sko, eins og ég segi, ég þekki ekki nákvæmlega til þannig að ég vil ekki hafa eitthvað fara með eitthvað sem kannski passar ekki alveg við raunveruleikann, en þetta hefur maður heyrt og margir bæði sárir og orðið fyrir vonbrigðum að vera í samkeppni við svona öfluga deild. Já, og sko talandur ekstra vanda sínar að það hafi verið gerðar fréttir núna undanfarið sem að segja auglýsingasala þar sé heldur minni í samkeppninu við Ríkisútvarpið heldur en verið yfir sem kann að skýrast af því að mér skilst að HM, Ríkisútvarpið hafi bara þurrkað upp, ryksugað upp bara allar auglýsingar hjá stærri fyrirtækjum sem eru í boði út á HM í handbolta. Þar vita þær að þeir eru með mikið áhorf, þeir eru sjálfur að sína þessa leiki og þetta svona eitt af því sem að getur ekki annað en stór veikt allar undirstöður
innlendrar fjölmiðlunar. Nei, eins og þú varst að nefna hérna, við byrjum að tala saman að við talum þessar sögur rekstravanda sín sem heyrir, að þetta geti verið leið til þess að þurfi ekki að reka svona fjölmiðil í einhæft eignarhald, sko. Já. Sem mun náttúrulega verið niðurstaðan ef þannig að auðvitað er þetta náttúrulega ekki bara alls ekki nógu gott. Nei. En svo líka, heyrir maður svona raddir þar sem fólk að segja, já, en þetta mesta samkeppni núna, auglýsingatekjur að fara erlendis og fara annað, sko, hvort sem sko. En þá hefði maður haldið að það væri ennilega ennþá, ef potturinn að minnka, þá skiptir þetta ennþá meira máli, frekar þeim bara að gefast upp og segja, þetta skiptir ekki svo miklu máli. Jú, en þetta er náttúrulega alveg hárrétt og kannski var þetta ekki gert nú heilstætt á sínum tíma, sko. Nei. Að þarna sem fara bæði í þessu auglýsingatekjur og svo hann opinbera stuðning. Vegna þess að sko hugmyndin á bakvið Ríkisútvarpið og hvernig við höfum vanist í að það starfi ef við förum marga áratugi aftur í tíman, það hefur allt breyst síðan. Ríkisútvarpið var bara okkar eini fjölmiðill nánast hér fyrir utan einhver flokksblöð og mikilvægi þess að hlúa að RÚV bara, sko, það bara alls konar þjónusta núna sem hefur runni leist af alls konar þjónustu og skildur hins opinbera, einkarekin þjónusta bara hvort sem okkur líka betur að það er vel þekkt, en á sama tíma held ég að séu flestir svona sammálum að við viljum hafa öflugan ríkisfjölmiðil. Já, ég er þar. Já, en þannig að, og hann má ekki verða svo fjársveltur, hann verður of einhæfur eins og sem við talum að það sé bara að minnka svo mikið. Ég meina við þurfum þessa fjölbreyttu dagskrárgerð sem þarna. Já. Og ég er ekki viss að enga fjölmiðla myndu taka alveg við því, en þetta má þetta breytast eitthvað, sko. Það er náttúrulega Já, ég held að sé ákveðinu ögurstund uppi. Það er samt sko náttúrulega gleðilegt að fjölmiðil eins og okkar við fengum 6 milljónir í fjölmiðlastyrk frá Lilju þegar Ríkisútvarpið fær 6 milljarða Ríkisútvarpið fær 1000 sinnum meira fé en við á sama tíma við erum kannski með 40.000 hlustendur og áhorfendur í hverju viku sem slagar upp í það að vera bara Rás 1 eða eitthvað sem að svona sé með einhverja stæla í þeim efnum en við fáum þarna einhvern smápening og það sem er kannski það sem skiptir samt kannski meira máli er að það er aftur kannski að mynda svona smá stemning fyrir áskrifanda valdi hér á landi sem og annars staðar. Þú tekið eftir því að erlendir fréttamiðlar þeir eru kannski að rukka þig örfáa dollara, jafnvel bara 1 á mánuði eitthvað svoleiðis fyrir að það sé opinn gluggi og áskrifandur samstöðunar eru eitthvað milli 1500 og 1600 held ég núna sem styrkja þá fjölmiðlunina og geta þá haft eitthvað á ritstjórnarstefnuna að segja bara með því að senda bréf og vera í eiga þetta innan ákveðana gæsalappa. Það er kannski jákvætt eða hvað að við erum að sjá svona áskrifandavaldið að einhverju leyti snúa aftur. Já, ég held að það sé greiðlega mikilvægt, sko. Að þarna fólk hefur svona á tilfinningunni að það fái þess að borga fyrir, sko. Það sem sagt að við erum að fara í gegnum tímabil þar sem svo ótrúlega margt var ókeypis, sko. Einmitt. Og hlutir urðu ókeypis sem eru það náttúrulega ekki neitt. En voru það ekki og einn ángin nýfrálsíkjunnar. Já, klárlega. Og þannig að þetta er svona, ég veit ekki við þurfum, það er alltaf mikilvægt að snúa aftur en þetta verður ekki samasamt fólk er svona, við erum að fara aftur í það að þú þurfum einhvað, fólk átt að segja á því að það er betra að greiða eitthvað smávegis en því miður er þetta eins og þú varst að nefna þetta er litlar upphæðir oft og ótrúlega litlar upphæðir með efni sem þú færð af því að þú færð þetta svona fólk miðar við hluti eins og kannski sem eru alveg fáránlega ódýr eins og þessar sjónvarpsveitur miðar við efni sem þú getur fengið sko. Og þá þannig að við erum náttúrulega munum ekki fara aftur til kannski nógu langt eins og við þurfum kannski að sem fólk bara borgað almennilega fyrir þessum þetta er raun kostnað en sem betur fyrir held ég að fólk sé átt að sjá því að þessi tími það sem bara allt var ókeypis einhvern veginn á netinu og það var bara svona fylgifisku þess hvernig netið blómstraða á okkur tímabili sko. Og náttúrulega samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega eru ekki ókeypis þó það fólk greiði ekki fyrir þessa þjónustu þá greiðir það annan hátt sko.
og ég að vona það sé svona aðeins að vera meiri meðutund það hvernig í framtíðinni að svona verða til að þetta ekki eins ókeypis og fólk heldur og við getum ekki miðað allt í kringum okkur við þennan. Ert þú sjálfur á Facebook? Nei. Á gott hjá þér? Ég fór aldrei á Facebook og aldrei vilja vera á Facebook. Ég hef alltaf haft mikið antipat á þessu dæmi. Og þegar ég var að byrja sem sagt að vera ekki á Facebook eða þetta er svo að þá fannst fólkið það mjög skrítið. Ég man svona eftir 2011-12 ef maður sagði þetta í tíma kannski upp í háskóla eitthvað þá heldur allir að maður var að grínast þá var svona taugaveiklunar hlátur í nemenduhópnum og heldur maður föttuðu ekki brandara en bara ok, hvað hjá okkar einsleitu þjóð. Já, og þetta náttúrulega sumleiti var þetta ekki hægt. Nei, erfitt. Af því að ég betur fyrir að kona mín á Facebook af því að annars hefði börnin ekki tekið átt í frístundastarfi. Þetta var alveg bílað hvernig maður var neyddur að mörgu leiti að vera á Facebook. Svo skánandi, svo breyttist þetta mikið. Og Facebook ekkert lengur sá miðill sem hann var á þessum tíma. Nei. Og allt annað að tala við fólk það að maður sé ekki á Facebook. Já. Og svo náttúrulega koma með fleiri miðlar þannig að maður með endað þannig maður getur ekki notað samskiptamiðli eins og WhatsApp að vera hjá þessu fyrirtæki sem ég ætla helst ekki vera hjá en maður því miður þar en að einhverju leiti en Facebook var eitthvað sem ég hafði alltaf mjög illan bifur á og ég svona persónulega held að ég hef nátt rétt fyrir mér ég fór heldur aldrei á Twitter ég hef mjög illan bifur og því líka og einhver, ég var eins og sagt við mig sko, að ég var ekki á Twitter sko, ég var ekki að taka mig nú alvarlega sko. og ég segi bara sko, þetta var orðið þannig einhvern veginn að það maður bara var ósýnilegur ef maður var ekki á Facebook og Twitter og þá gæti maður ekki deilt neinu sem maður gerði og fólk held bara að maður þá tækist ekki nú alvarlega og maður bara ósýnilegur og svona sko, sem er kannski alveg rétt að einhverju leiti en sko ég betur fyrr hefur svona fólk orðið gagnrýna í notkun á þessu á síðustu árum. Þetta ekki lengur þannig að fólk bara alveg stór skrítið að vilja ekki taka þátt í þessu. Þetta var alveg gagnrýnislaus nálgun á þessu saman. Og við sjáum það líka núna, hvað að gerast? Ég meina, eigendur þessar fyrirtæki eru bara búin að kasta af sér úlfagerfunni, sko. Já. Eigandi Meta var í viðtalið við tímaritið New Yorker 2018 og bar sér mjög illa, bara trúði ekki það var mikið gagnrýni eftir kosninguna 2016, það var misnotkun á Facebook víða í heiminum í lýðræðislegum andlýðræðislegum tilgangi langt viðtal við New Yorker 2018 hann bar sér mjög illa og bara ég búið til skrýmsli, ég verði ekkert með ná tökum á þessu þetta hræðilegt hvað við erum búin að gera þurfum að ekkert með einn að skamma það sín bara fyrir þetta og þá var tónnið þannig en svo sér maður í dag og þetta allt komið einhvern veginn sko, þetta alveg komið í hináttina pendúllin farin og fyrirtækið komið búin að hætta að þykjast vera með einhvers konar samfélagshugsjón sko, bak við reksturinn sko. Þú sagðir áðan að það væri ekki þannig að það kostaði ekkert að vera á Facebook. Getur þú aðeins sagt okkur nánar hlustendum áhorfendum hvað ertu að meina þar? Já, þetta nú bara eins og þess að við erum að tala um þess að fjölmiðla sko, ef maður með ókeypis eitthvað aðgangað einhverju ókeypis, þá náttúrulega það tekið þá fá þessir aðilar tekjurnar einhverstu annar staða frá og þetta náttúrulega þú ert að gefa þínar upplýsingar og þín gögn sem þeir álíta nógu verðmæta til þess að geta rekið sig og vera stærstu og ríkustu fyrirtæki heims þannig einhvað hefur gefið og það bara vantar dálítið mikið upp á skilning okkar allra eða var verra, búið að skána en ég held að það sé samt ekki nógu gott kom inn og svona, það kom aðri miðlar óvænt inn sem breyttu aðeins þessar þróun sem ég held að vera eins og TikTok og fleira sem náðu aftur ungu kynslóðin einhvern veginn sem var svona orðin aðeins gagnrýnin en þetta náttúrulega við erum að borga þetta með einhvern annan hátt við erum að selja okkur sjálf í staðinn og þess vegna eru svona eins að þú ert að nefna þess vegna eru orðin svona áskriftarleiðir aftur að verða mögulegar í raun að fólk að bregðast við því, fólk átt að segja nei, ég vil frekar borga, þó þetta ekki háar upphæðir eins og segir, stundum er alltaf lágar upphæðir maður skilur ekki alveg hvað svona fjölmiðlar eru og við erum að sjá miklu meira svona þessar paywalls eða svona borgunarveggi sem þú þarft að fara í gegnum til þess að fá aðganga efni
og fólk líka átt að segja á því að þá líklega að þú fáir það sem þú ert að borga fyrir, þú færð enga fyrir peningin. Já. Af því að þetta ókeypisefni yfirleitt bara nær ekki máli, sko. Nei. Sko, ég held að mig segja það við íslenskir fjölmiðlar, eða við starfsmenn íslenskra fjölmiðla, við höfum gengið inn í gen úlsins hvað var þar sko Facebook að, svo ég fari nú aftur til þess tíma þegar ég var á Fréttablaðinu, þá vorum við með vefinn fréttablaði.is og þar skipti öllu máli hvernig Facebook varpaði fréttum okkar fram, hvort það fengur lestur eða ekki, og það þurfti að vera lestur til þess að kemur auglýsingar, og núna erum við á samstöðinni og Facebook okkar megin tæki til þess að varpa fram bæði skrifum fréttum á vefnum, án þess hliðs væri mjög fáir sem að myndi sjá okkur fréttir. Við erum með þátt eins og þennan í beinni útsendingu á Facebook og við höfum að vissu leyti sko bara, já, eins og ég segi stungið höfðinu í gin ljónsins eða úlsins. Já, ég náttúrulega erfitt að vinda ofan það rosa erfitt að vinda ofan að þessu einhverju leyti að ég skil þetta alveg. Ég skil alveg að fólk gagnrýnir mig fyrir til dæmis að vera ekki á Facebook og núna á X-inu og dreif ekki meira efni og ég skrifa grein í blöðinu eitthvað svona, ég sé bara þetta dött niður af því ég bara ósýnilegur sko. Það sama, ég skil alveg fjölmiðlun svo ykkar að en þetta er sem sagt við verðum að brjótast út úr þessu að lokum sko. Og ég held að það muni koma. Ég held að þetta verði þannig að við munum fá sem sagt raunverulegt val samfélagsmiðla, bara eins og veraldavefurinn varð að lokum, eða varð sem betur fer ókeypis. Já. Sem sagt, við höfum aðgang á honum sem betur fer, ég meina hefði alveg getað verið þannig að einhver hefur náð bara tökum á honum og við verðum öll að borga fyrir að nota hann sko. Sem betur fer hann opinn, við erum að borga fyrir að nota sem sagt ákveðna samfélagsmiðla núna í samtíma, þó við gerum ekki kannski með veskinu eða sláum ekki kreditkort að upplýsingar þá þurfum að greiða einhvern veginn. Maður vonast til að það verði til opið umhverfi samfélagsmiðlana, þannig að þú hefur raunverulegt val til þess að fara til þess miðil sem þú ert ekki, sem sagt getur verið áskrifandi og ferð á ákveðna þjónustu eða þarft ekki að greiða fyrir með þínum persónulegu upplýsingum. Það er það sem er draumurinn að þetta verði leyst að lokum, að þetta allir samfélagsmiðlar tali betur saman þannig að í raun og veru sést ekki fastur, þannig að aðili eins og þið getið hafi kannski ekkert sérstaklega mikla ánægju að vera í viðskiptum eða í samskiptum við Facebook, getið valið ykkur frá Facebook með því að bara fara yfir einhvern annan plattform, þannig að plattformin tala saman. Og ég held að tæknilega sé það ekki flóknar en bara þegar loksins Apple og PC fóru að tala saman sko. Að þetta verði bara þannig að þú ferð inn á samfélagsmiðla, þú hefur raunverulegt val hvert þú ert að fara sko. Hvernig þú ferð inn á það, ekki þú sitt ekki fastur, þú talar bara á Facebook við þá sem eru á Facebook og þú talar við þá sem eru á Instagram eru líka á Instagram og svo framvegis og X-inu og svo framvegis. Þannig að þessir miðlar, samskiptamiðlar, samfélagsmiðlar, hvað sem við kallum það, að þeir séu sem sagt hafi ekkert að ægivald og eignarhald á okkur. Það er ekkert grín til dæmis að fara af einum Nei, það er ekkert grín. Það er ekkert grín sko. Nei. Og það þarf einhvern veginn kannski auðvildast með þessa og maður sér þessa þróun, það er svona þeir sem gerðu WhatsApp á sínum tíma opnuðu Signal til þess að fara í samkeppni segi við Meta og ég þangað yfir og mjög margir sem ég þekki til þess að svona og ég er að vona að þetta verði og það er náttúrulega svona einfaldasta form samskiptamiðla, þannig að maður vonar að þetta verði til þess að lokum verði ekki þetta ægivald þessara stóru fyrirtækja sem vonandi skila sér svo aftur í því að auglýsingatekjurnar koma aftur heim. Sem sagt í nýja umhverfi að þetta auglýsingatekjurnar sé ekki svona fara ekki eins mikið til þessara miðla sko. Ég ætla að grípa þessa feginsendi og ef ekki bara enda spjallið á því að kannski verður þetta bara allt í lagi. Já, en þú sagðir á þannig ögur stund, það mun örugglega ef einhver hlustar á þetta, þá mun einhver segja það er alltaf verið að segja það. En ég hugsa samt að það sem þú margt til í því hjá þér, sko, að það
við erum að fara í gegnum kannski svona, ég myndi ekki sko svona 5-6 ára tímabil sem þetta getur farið mjög illa eða bara ágætlega. Og það er svona hluti sem við ræddum kannski ekki mikið eins og hvernig skapandi gervigreind kemur inn í þessa fjölmiðlun alla og svona. Þannig að við getum talað saman eftir 6-7 ár og þetta fór bara ofboðslega illa og ég var hefði ekki átt að vera svona jákvæður. Eða þetta leystist allt sko. Og við náðum að vinda ofan að þeim aðstæðum sem sköpuðu þess sem þú kallaðir ögurstund hérna. Ertu til að koma til mín aftur síðar og þá ræðum við bara skapandi gervigreind? Já, ég minna þetta er bara sko, það er alveg óhugulegt að vita til þess að við ætlum að vera með stjórnvöldi í Bandaríkjunum í 4 ár sem eru á móti nokkurs konar eftirliti aðhaldi við tæknirísanna sko. Já, hvað er góður. Þannig að við erum að missa kannski 4 ár núna af því Evrópusambandi Evrópa mun vonandi eitthvað stíga á bremsuna. Já. En í samkeppni við Bandaríkin þá eiga þeir mjög erfitt. Þannig að við erum að fara mjög viðsjárverða tíma núna. Bara út af þessari gríðarlega hröðu þróun sem í og Kínverjar komin inn í þetta líka og svona. Þannig að og það er svona þetta lýðræðislega eftirlits hlutverk hins opinbera er rosalega veikt ákvörðat að við erum að fara inn í gríðarlega mikilvæga tíma. Eins og ég segi næstu að missa kannski 4 ár úr því að geta verið með einhvers konar hömlur á þessu. Að því að næstu, eins og ég segi 5-6 ár munum bara að vera algjör bylting. Og það er náttúrulega gullöld populistana þegar enginn getur lengur treyst nokkrum upplýsingum. Nákvæmlega. Það er draumurinn. Hjá þeim, ekki okkur. Ég hefði mjög gaman að því að við tækjum þessa umræðu bara aftur og í ítalara máli síðar. En kæra þakkir fyrir að koma hingað í þetta fjölmiðla hotn okkar vikulega á mánudögum. Henry, Alexander Henriksson. Og við förum yfir í aðra sálma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, komið sælætur. Við sitjum hérna, ég og Þorsteinn Pálsson. Verður velkominn, Þorsteinn. Takk fyrir. Og nú reyndur úr pólitíkinni. Tekið það mörg hlutverk. Já, ég missi. Já, stýrt mörg úr ráðuneytum. Já. Svo erum við 5 ef ég man rétt. Eitthvað svoleiðis En stjórnmál dagsins sko, þú ert einn af þeim sem að yfirgáfu Sjálfstæðisflokkinn vegna Evrópumálana og þannig var Viðreisn til. Já, það svona við stóðst í mjög stór ákvörðunar þáttur í því að hún var til, það var ágreiningur Evrópumálin. Já. Hér hafa menn sagt flokksmenn í Sjálfstæðisflokknum, þeir hafa sagt að Evrópusinnu var raunverulega bara ítt út úr flokknum. Þau verður bara að fara. Já, þetta gekk eiginlega þannig fyrir sig að það var búið að gefa fyrirheit það að þjóðin fengi að taka þá ákvörðun hvort það yrði farið í viðræður, það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla. Og við vildum bara halda okkur við það og sætt okkur við það með stóðstum mörg hver en svo var það rofið og þá var raunverulega ekki hægt að halda bara aftur af vilja fólks til þess að gera þetta og stíga þetta skref og það var bara eitthvað sem hlaut að gerast fyrst að það var ákveðið að rjúfa þetta samkomulag. En var þetta ekki þung spor fyrir þig sem fyrrverandi formann flokksins? Já, mjög svo. Mjög erfið. Og ekki. Það var bara, sannarlega þung skref. En þetta var viðfangsefni og viðfangsefni sem mér finnst að við þurfum að takast á við og horfast í augu við og reyndar nú aðstæður þannig í dag að þetta enn brýnna og mál og áleiknari spurning en jafnvel á þeim tíma. Já. Vilhjálmur Egilsson, félagið þinn, hann hefur sagt hérna, ég vil bara fá minn gamla Sjálfstæðisflokk aftur. Og nefnir þá líka til þess að leiki við til miðflokksins og fleira. En
sko, það sem ég ætla að Viðreisn með mjög sterkar stöðu eftir kosningarna síðust. Já. Gáttu samið, bara eins og Framsókn hefur oft verið í þeirri stöðu að semja við hvorum megin sem Jú, en ég held að málefnin hafi alfarið ráðið niðurstöðunni og ég hef svona trú á því að það muni ganga vel. Já, en sko Viðreisn kemur mjög sterk út úr stjórnarmyndunum viðræðum, með sko utanríkisráðuneytið, fjármálaráðuneytið, alla atvinnuvegina og dómsmálaráðuneytið. Já. Þetta Smári bróðir sagt að þetta væri bara eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefði mátt velja sko í konfliktastónum. Já, en þegar þú horfir á ríkisstjórnina í heild, þá held ég að ráðuneyti hafi skipast á milli flokkana svona í mjög góður samræmi við þau mál sem þeir lögðu og hafa lagt helsta áherslu á. Þannig að ég held að hinir samstarfsflokkarnir geta líka sagt við fengum þau ráðuneyti sem skipta okkur mestu máli. Og þannig að ég held að því leyti hafi þetta líka verið svona skipting sem bara tókst vel, því að það þurfa allir að vera sáttir í svona samstarfi við sinn hlut og mér sýnist það hafa tekist vel. En nú sko ríkisstjórnin nú ekki gömul, en það hafa verið mjög mikil og beitt fréttaskrift Ingu Sæland og Flokk fólksins. Menn hafa séð að hún væri kannski veikast til hekkurinn í keðjunni og hafa svolítið verið bomber á hana. Finnst það ekki? Jú, þau hafa lent í skotlínunni umfram aðra þessar vikurnar, en flokkar sem fari ríkisstjórn verða auðvitað að vera undir það búnir og það getur verið einn stjórnarflokkur í dag og annar á morgun. Við þekkjum það bara langri reynslu að það sveiflast til og frá. Já. En sko þegar ég verið að nefna á þann að Viðreisn verði svona til vegna Evrópumála í Sjálfstæðisflokknum. Nú er ekki að segja að það hafi eingöngu verið Evrópumál, en það var alveg klárlega svona það málefnasvið sem réði mestu. En það kom fólk úr öllum áttum, þannig að þetta ekki þessi flokkstofnun var ekki þannig séð beinlínis klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum og mjög margir hafi komið þaðan, en þá kom fólk úr ýmsum öðrum áttum sem vildi leggja áherslu á þessi mál og fannst að það skorti svona afl á miðjunni, frjálslynt afl á miðjunni í íslenskri pólitík. Þannig að ég held að það sé sko líka misskilningur að horfa á þetta sem eitthvað klofningsflokk. Nei, já, ég er ekki heldur að Sjálfstæðisflokkurinn sveik þá þetta loforð að þeir í þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður til þess að vegna þess sem hann sagði að fólki það fara margir og ganga til liðs við svona hreyfingu sem var svona ólgandi undir niðri sko. En hvað við heyrið að ég að þú ert bjartsýnn fyrir hönd ríkisstjórnarinnar? Já, ég það. Ég held að þetta sé nokkuð og verði nokkuð öflug stjórn. Það náttúrulega en auðvitað veit enginn sko frekar en endra nær og allt getur gerst og allt það en þetta það eru strax náttúrulega mikil umskipti í því að fólk finnur að þetta samhentari stjórn og samkomulagið á traustari grundvelli, það byggir ekki á því að ýta málum til hliðar hver fyrir öðrum sko og ég held að takast bara á við þau og finna raunverulega lendingu en ekki þannig að því leyti eru þetta mikil umskipti og breyting og öflugri stjórn. Já, líka svona fína ásýnd á þessu, það eru svona
þær 3 samkomunar milli þeirra virðist vera fínt og já, maður verður ekki var við annað vinkonur. Maður verður ekki var við annað. Nei. Og þær takið þetta af mikil alvöru. Já, það nú aðeins einn ráðherra sem hefur gegnt ráðherraembætti áður, það Þorgerður Katrín. Já. Þannig að hún lífseig í þessu. Já, hún hefur náttúrulega bara staðið sig líka mjög vel og bæði brennur fyrir þessu. Ég held að þurfi svona ákveðna hugsjón og til þess að ná flokki eins og Viðreisn á þennan stað og brennandi áhuga og það hefur bara tekist vel. En auðvitað það svoleiðis að reynsla skiptir máli þegar ríkisstjórnir eru myndaðar. En einhvern tíma verða allir að byrja. Sko, núna í kvöld verður stefnuræðan og Alþingi þá sett bara í vikunni að byrja að starfi í vikunni. Þá kannski breytist ýmislegt. Það eru stjórnarandstæðingar, þeir munu ekki láta þau alveg í friði sem í stjórninni. Það hefur aldrei verið þannig við stefnuræðu. Það hefur alltaf verið tekist á. Já, svo í framhaldinu, bara í vikunni, þá byrja að koma fram mál væntanlega. Já, og það verður fróðlegt að sjá hvernig stjórnarandstaðan tekur á málefnum ríkisstjórnarinnar. Og þannig að en það svo sem ekkert, það ekkert nýtt við það. Nei, en sjálfstæðismenn, Bjarni Benediktsson, hann var búinn að boða bara harða stjórnarandstöðu. Það bara Já, og allt í góðu með það, en hvers efnis svo harka, það raunverulega spurningin. Þetta er ríkisstjórn sem eiginlega kjarnin í stefnu þessara ríkisstjórnar ábygg ríkisfjármálastefna og leið auðvitað markviss stefnumörkun að halda þannig á málum að það geti skapast raunhæft svigrúm til þess að auka velferðarútgjöldin. En ábyrg ríkisfjármálastefna númer 1. Ábyrg stefna í utanríkismálum og sannfæring fyrir nauðsyn og erlendu samstarfi annað og skilningur á því að við þurfum að hafa öflugt dómsmálaráðuneyti og lögreglu og dómstóla til að tryggja hér réttlátt samfélag. Alla stjórnar andstöðuflokkarnir að fara gegn þessari stefnu á harkan að beinast gegn þessum grundvallaratriðum. Ég held að það verði fróðlegt eða ætla þeir að finna upp á einhverju nýju og fara í einhverju aðrar áttir. Þannig að ég held að menn þurfi svolítið að skoða efni þess sem þeir ætla að segja. Harkar getur verið svona, hún fljót að fjúka ef það ekki traustur málstaður á bak. En það eflustu að notuð hvert tækifæri sem býðst til að, eins og oft hefur verið, til að reyna að bregða fæti fyrir ríkisstjórn ég meina það verða allir sem sitja í ríkisstjórnar að vera tilbúnir til þess að takast á við það. En svo, þetta málið núna og ríkisstjórnin mynduð og það virðist vera gott samkomulag þar og allt í góðu, en þá, við bara bíðum. En svo í borginni, þar alltaf fljúgandi ferð. Já, það virtist bara svona nokkuð skyndilega að springa í loftu upp. Kom hann óvart. Eins og Einar hafi bara gert í degið sitt, þetta að reyna ekki að laga þetta. Framsókn var náttúrulega komin í þá erfiðu stöðu að skoðanakannanir sýndu fylgishrun og held ég í síðustu skoðanakönnun sem ég sá voru þeir ekki með neinn mann inni og ég svona býð nú í grunn hvað sem fólk að segja fram og tilbaka, þá sé það nú hinn raunverulega ástæða þess að þetta sprakk. Það reyna að bjarga því sem bjarga verður. Eða reyna eitthvað að skipta gír eða eitthvað þannig að
þetta svona virkar ekki sannfærandi út á við. Nei, alls ekki. Svo 3,3% mældist Framsóknarflokkurinn með og Inga Manninni unnu ævintýralegan sigur, fjögur sæti í borgarstjórn sem að Framsókn bara þekkir ekki í sinni sögu, frekar átt erfitt uppdráttar í Reykjavík. Mistu til dæmis báða ráðherrana sína sem voru þingmenn í Reykjavík og náttúrulega þingkosningunum var bara afhróð. Þannig að það sé vera að grípa til rífa einhvern neyðarheimil eða reyna að snúa þessu við með einhverjum hætti. Já, mér býður grunað að það hljótir að vera svona hinn raunverulega rót að þessum ákvörðunum. En það rétt sem þú segir að þetta var magnaður árangur hjá Framsóknarflokknum, ekki bara í sveitarstjórnarkosningunum, heldur líka í þingkosningunum árið áður. Og að Framsóknarflokkurinn hafi komið sér í þá stöðu að ná borgarstjóraembættinu í Reykjavík, það nú eitthvað sem fáir höfðu fyrir nokkrum árum ímynda sér að væri hægt, þannig að þetta var mikill árangur. Af hverju hreinur þetta? Það kunna vera margar skýringar á því, en ég held að sé engin vafi að stór hluti þeirra kjósenda sem fór yfir á Framsóknarflokkinn í þingkosningunum 2021 og svo í bæjarstjórnarkosningum og borgarstjórnarkosningum hér í Reykjavík, hafi verið fólk sem var svona frjálslyndir kjósendur sem voru alveg tilbúnir til þess að standa að ákvörðunum þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Og það hafi kannski ekki verið neitt brennandi mál, en þá voru þetta greinilega kjósendur sem voru tilbúnir í þá vegferð. Síðan herðir Framsóknarflokkurinn raunverulega andstöðuna gegn þessu og ég held að það hafi átt svona sinn þátt í því að Framsóknarflokkurinn var í meiri vörn í síðustu þingkosningum og skoðanakannanir hafa verið mjög þungar fyrir henni í borginni. Þannig að ég held að þeir hafi ekki lesið kjósendahópinn sem kom til þeirra rétt. Ég held að þeir hafi ekki áttað sig á því að það þurfti að sinna þeim hópi með öðru heldur en að raunverulega ganga til baka, því að Framsóknarflokkurinn var nú með aðild að Evrópusambandinu á stefnuskrásinni fyrir rúmlega áratug síðan, það er nú ekki lengra. Nei, á því flokksþingi sem að Sigmundur Davíð var kjörinn formaður, þá samþykkti Framsóknarflokkurinn að sækja með aðild að Evrópusambandinu. Og svo kemur Sigmundur, hann það kjörinn formaður og var gaman, og svo snýst hann alveg öndur í gegn. Svo snýst þetta við. Svo náður þessari miklu fylgisveiflu. En ég held að hafi lesið hug kjósendana vitlaust. Þetta voru ekki kjósendur sem voru að hverfa frá þeirri hugmynd að það væri rétt að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu heldur þvert á móti. Og ég held að þetta hafi verið mikil mistök hjá forystu Framsóknar að lesa ekki nýjan kjósendahóp rétt. Þannig að þeir sem kusuðu í þessum stóru sigrunum þeirra hafa þá skilað sér til Samfylkingar og Viðreisnar. Já, stórum hluta. Á stórum hluta. Það svona fljótandi fylgi. Þannig að og það bara, það eru hlutir sem þeir þurfa bara að horfast í augu við og ég held að þeir rétt ekki úr kútnum nema að lesa kjósendahópinn á miðjunni rétt. Framsókn gefur sig út fyrir það að vera á miðjunni og að þú lest ekki kjósendahópinn á miðjunni rétt og höfðar bara til þeirra sem eru lengst til hægri, þá missir þú þessa stöðu. Og það er það sem hefur greinilega gerst. Þetta slagorð þeirra er ekki bara best að kjósa Framsókn. Reyndist þeim mjög vel, þeir fiskuðu vel á það, bæði þingkosningunum og svo borgarstjórnarkosningum.
þá var þetta einfalda slagur, ekki bara best að kjósa Framsókn og þeir fiskuðu vel á það. Já, en ef þú þetta kom fram í kosningunum 2021 en lengst framan af í þeirri kosningabaráttu var Framsókn langt niðri. Ég held, ég man nú ekki dagsendingar nákvæmlega, ég held að það hafi ekki verið svona fyrir en bara 2 vikum eða svo fyrir kosningar að þeir fóru að sigla upp á við og þannig að það kann vel að vera að þetta slagorð hafi bara allt í einu farið að virka 2 síðustu vikunar en ég þeirra skoðunar að það hafi verið annað sem olli því að Framsókn fékk þessa uppsveiflu 2 síðustu vikunar þegar einmitt á sama tímapunkti kom skoðanakönnun það að sósíalistaflokkurinn væri komin inn á þing og það væri hægt að mynda reyna vinstristjórn og ég held að það hafi myndast svona ákveðin hræðsla eins og stundum gerist við að slík stjórn yrði mynduð og þá held ég að þetta slagorð hafi passað vel inn í þá mynd ekki bara best að kjósa Framsókn þá fáum við bara það sama áfram og það verður ekki verri en það ég held að ég hef svona allavega litið á framgang mála í þessum kosningum með þessum augum að ég ekki alveg viss að þetta hafi verið svona ofur snjallt slagorð fyrir en að akkurat einhver svona staða kom upp og það passaði inn í einhverja svona smá hræðslubylgju sem var til í þjóðfélaginu. Nú eru svona gömlu valdaflokkarnir Sjálfstæðisflokkurinn er aldrei verið minni og Framsókn aldrei verið minni en svo vinstri bara þurrkað út. Já, tímabundið allavega og en þetta nú þróun sem að gerast og hefur verið að gerast víðast í Evrópu og öllum Norðurlöndum það eru fleiri flokkar frjálslynd miðja hefur verið að skilgreina sig með svona sterkari hætti og þetta þróun sem að gerast mjög víða þannig að ég held að þessir gömlu flokkar þetta bara breyting á flokkakerfi og ég held að menn ná ekki vopnum sínum með því að horfa alltaf tilbaka á það sem einu sinni var menn þurfa að horfa inn í framtíðina og hún verður ekkit eins og fortíðin svo varðandi vinstriflokkana þá held ég nú að þessir svona 3 flokkar sem 2 þeirra duttu út og 1 þeirra náði ekki inn sem en heldur nú kannski að átti nú allavega möguleika á því að ég held að þeir með einhverjum hætti hljóti að sameina krafta sína fyrir næstu kosningar það kemur mér óvart ef það gerðist ekki. Það eru búin að binda sig saman núna í borgarstjórninni sósíalistaflokkurinn og Vinstri grænn. Það er 3 sæti. Það kemur manni ekki á óvart. Og þannig að ég held að þetta sé að þessu leyti tímabundið ástand. Svandís Svavarsdóttir var hér í gær og hún var mjög ánægð með þetta að VG og sósíalistar hefðu tekið þetta skref að koma fram sem eining. En það er hvað ætla ég að segja? En maður geta deilt það hvort að það er góð þróun fyrir samfélagið eða ekki. Það er bara annar handleikur. En ég held að þetta sé þróun sem er mjög líkleg. Já. En það nú deilda meiningar það, hvort þetta myndi gera samfélaginu gott eða ekki. Já, eðlilega. Ég meina að menn hafa bara mismunandi trú og eða mismunandi skoðanir á því hvaða pólitík hentar samfélaginu. Og þannig að það... Varandi þess í borgarstjórninni, þarna VG og sósíalista, þá er verið að tala um það að ef að færi allir nema Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og þá er að tala um Sönnu Magdalenu sem borgarstjóra. Já, nú treysti ég mér ekki til að spá.
Nei, ég held bara að segja þetta það sem í umræðinni. Já, ég held að þurfi eldgosafræðing til þess að spá það hvað kemur út úr. Já. Nei, hún þetta alveg sómakona, það ekki það, sko. En förum til útlanda, með Trump bara fer allt á fleygiferð. Það alveg ótrúlegar yfirlýsingar og hraðinn mikill og jafnvel einu sinni þessar dag sem kemur eitthvað sem okkur bregður við. Já, þetta eru mikil umskipti og hann kemur miklu skipulagri, miklu betur undir búin og með betra skipulag heldur en síðast. En stóri vandinn að mínu áliti sá að hann að færa Bandaríkin til. Hann að færa þau út úr samfélagi þjóða sem vilja byggja á lýðræði, frelsi, frjálsum viðskiptum og lögum og reglu í alþjóða samskiptum og yfir í samfélag þar sem sá sterkasti ræður, yfir í samfélag þar sem lögmál frumskóganis ræður. Og þetta bara grundvallar breyting á stöðu Bandaríkjanna og veldur ekki síst sko þeim þjóðum sem hafa verið í bandalagi við Bandaríkin sem forystuafl lýðræðisþjóða og forystuafl þeirra þjóða sem vilja frjáls viðskipti í heiminum. Að þetta svona setur þær þjóðir alveg í nýja stöðu. Já, og svo koma svona yfirlýsingar sem eru bara fólki líkar alls ekki eins og þetta sem hann talaði Gaza að hreinsað upp og búið til ykkur ríveru og annað til þessu svona taka grannar með vopnavaldi. Þetta bara hluti af því að færa Bandaríkin út úr því samfélagi þjóða sem þau voru í yfir í lögmál frumskógarins þar sem bara öflugasta dýrið ræður ferðinni og leikreglur gilda ekki og það svona siðferðishugmyndir samskipti milli þjóða gilda ekki lengur og þannig að þetta bara hluti af þeirri stóru ákvörðun. Maður verður eiginlega að meta allar þessar yfirlýsingar og allar þessar aðgerðir í þessu stóra ljósi. Já, en svo þetta ógn við svo marga. Það eru þjóðir til dæmis sem hafa verið svona vinaþjóðir og eins og segir saman í NATO og það er alls að vera að ræða þetta að hvernig maðurinn kemur fram og þessi tollamúra sem hann notar bara sem vopnir finnst það ekki en sé bara það bara vopn þess sterka og byggir líka bara á andstöðu við frjáls viðskipti nema að sá sterki ráði því hvernig þau fara fram og við getum bara tekið okkur auðvitað sem dæmi að þessi breytta afstaða Bandaríkjanna gengur gegn ákveðnum svona grundvallarhagsmunum Íslands. Við eigum til að mynda mjög undir því að alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum það takist, bara fiskistofnanir okkar í verulegri hættu ef það tekst ekki. Bandaríkin að ganga gegn þessum grundvallarhagsmunum Íslands. Við eigum allt undir alþjóðlegum samskiptum, við flytjum út það sem við framleiðum og þurfum að kaupa annað inn og frjáls viðskipti og leikreglur þar sem smáþjóðir njóta verndar í alþjóðlegum samningum skipta okkur grundvallarmáli. Nú ganga Bandaríkin gegn þessum hagsmunum Íslands og þannig mætti lengi telja. Þannig að við þurfum svolítið að skoða okkar stöð og allar þjóðirnar í Evrópu í þessu ljósi. Vandinn auðvitað á hinn bóginn sá að Evrópa hún
hefur verið, og verður einhver tíma háð því að Bandaríkin séu tilbúin að verja fullveldi Evrópuríkjanna og við erum alveg í sömu stöðu og aðrar Evrópuþjóðir að þessu leyti og við eigum heilmikilla hagsmuna að gæta að flytja afurðir út á Bandaríkjamarkað og reyndar að geta keypt frá Bandaríkjunum. Þannig að það þarf að finna gott jafnvægi í viðbrögðum og það hefur held ég aldrei verið meiri þörf en eins og núna á sterkri og sameinaðri Evrópu og Ísland hefur aldrei haft jafn mikla þörf fyrir þáttöku í sameinaðri Evrópu af því að þessi hlutir eru allir á fleygiferð og reynslan hefur bara kennt okkur að við erum því sterkari bæði að því lítur á vörnum landsins en líka að því að varðar efnahagslega samvinnu þegar við erum í alþjóðlegu samstarfi og nú þurfum við á því að halda og þannig að við erum algjörlega á sama báti og aðrar Evrópuþjóðir að þessu leyti. Já, og ríkisstjórnin segir sem búin að gefa út vilyrði loforð að það er kosið 27. Ekki seinna en 27. Já, ekki seinna en 27. Hvort við viljum halda áfram aðeins þeirra. Mér sýnist nú að bara þróun alþjóðamála sé á þann veg að það geti verið skynsamlegt fyrir fólki í landinu að fá þessa þjóðaratkvæðagreiðslu fyrr en kannski skiptir ekki öllu máli hvort hún kemur einu ári fyrir það seinna en hlutir eru að gerast hratt ég ætla að segja það. Og ég held að fólki í landinu þá líka kröfu á því að það sé unnið hratt og brugðist hratt við og inn í þetta koma líka fjölmörg önnur atriði. Við sjáum að sko stór alþjóðleg fyrirtæki hafa lengi sko verið að ná þeirri stöðu að þau hafa verið öflugri en fjölmörg ríki en núna eru þessi nýju alþjóðlegu tæknifyrirtæki orðin gífurlega stór og áhrifamikil og sum þeirra orðin hluti raunverulega á stjórnkerfi Bandaríkjanna. Það getur ekkert greint þar á milli og þessi alþjóðafyrirtæki vilja setja leikreglurnar neytendavernd, samkeppnisreglur og raunverulega svipta þjóðríkin þessu valdi. Við heyrum heima líka. Og Evrópuríkin eru ekkert þeirra nógu stórt til þess að geta eitt og sér tekið á móti þessu mikla afli. Þannig að þau verða að vinna saman ef þjóðríkin ætla að tryggja þegnum sínum fullveldisrétt til þess að ráða samkeppnisreglum og neytendavernd gagnvart þessu nýja afli í heiminum. Þannig að þetta er bara spurning fullveldi og lýðræði að þjóðir nái saman þessar leikreglur til þess að tapa þessu valdi ekki yfir í ólýðræðisleg alþjóðleg stórfyrirtæki og ég held að það sé mikið umhugsunarefni af því að ýmsir hafa talað þessi Evrópumál alfarið út frá svona 18. 19. aldar hugmyndum fullveldi og að það hefur aldrei verið sko mikilvægara út frá fullveldi sjónarmiðum að eiga samstarf regluverk af þessu tagi af því að minni þjóðirnar bara ráða einfallega ekki við það. Þannig að þetta þá leið þá skjól fyrir okkur? Algjörlega, ekki bara fyrir okkur, heldur bara aðrar þjóðir í Evrópu. Þýskaland og Frakkland standa ekkert ein og sér gagnvart þessum, þau þurfa líka á samstöðu annarra ríkja í Evrópu að halda til þess að
að verjast þessari slagsíðu á lýðræðinu sem getur skapast í heiminum með þessu ofurvaldi tæknirísana. Já, þetta mál, Evrópumáli og Ísland, þetta áraumulega að fara á stað umræðum þetta fyrir 27. Allan er svo frjálsumræði eins og bara hér á samstöðinu? Já, ég held að það sé bara mjög mikilvægt og þetta skiptir okkur máli og umræðan þarf að vera djúp og hún þarf að fara fram og það auðvitað alltaf hætta við á því að svona umræða festist í einhverjum skotgröfum en við þyrftum að geta átt góðan tíma þar sem við getum rætt þessi viðfangsefni svona án þess að endilega festast í skotgröfum þó að allir hafi auðvitað sínar föstu skoðanir en þá skiptir rökræðan máli. Já, eins og þú talar ekkert upp á sig þetta svona talað að við einangruð í breyttri heimsmynd að það sé ekki í málið. Við verðum að ganga í bandalag þjóða. Já, það mín skoðun að það er þó nokkuð langt síðan að við stóðum á þeim tímapunkti að það var skynsamlegt að stíga slíkt skref. En ég held núna erum við komin á þann stað að það er okkur alveg nauðsynlegt að stíga þetta skref. Já. Þegar var verið að greiða atkvæði ES málið á þingi, þingflokkur Sjálfstæðisflokksins var ekkert allur með því til að byrja með. Það voru einhverjir sem sátu hjá við atkvæðagreiðsluna og það voru skiptar skoðanir en flokkurinn var auðvitað eindreginn með, tók þátt í að gera þennan samning á loka eða seinni 2 árin og þannig að sú andstaða var svona hverfandi en ég held að sé meiri andstæð í dag en var þá við EES-samningin innan Sjálfstæðisflokksins. Nei, menn í andstöð við EES-samningin, það? Já, þú sérð að það hefur reynst mjög erfitt að koma fram ýmsum málum sem við erum skuldbundin til að koma fram í bara bókun 35. Við sáum að það tók held ég heilt kjörtímabil að koma fram breytingum á orkulögum sem snéru fyrst og fremst að hagsmunum neytenda og það var bara vegna veikleika í meirihluta samstarfinu og að það tókst ekki. Já, það talið bara núna. Já, síðasta kjörtímabili og kjörtímabilinu þar áður og sem betur fyrir er þetta breytt. Það er meiri trú á vestrænni samvinnu og mikilvægi alþjóða viðskipta í þessari stjórn heldur en þeirri sem satt fyrir og það er auðvitað mjög jákvæð umskipti. Já, þau eru búin að segja, þau eru alltaf að samþykkja bókun 35. Já. Þannig að þá er það mál úr sögunni nema að það verði einhver átök í þinginu. Já, auðvitað verður tekist á það en þetta skiptir nú neytendur mjög miklu máli og þannig að ég hef nú ekki trú á öðrun að það gangi í gegn en auðvitað verður heilmikil umræða og það er líka bara hollt, það er bara mjög nauðsynlegt að ræða þessi mál ofan í kjölinn. Já, maður séð einmitt miðflokkinn í leikatafleiki með því að vera endalaust að tala málið fram og tilbaka. Já. Þeir voru bara 4 eitthvað svo. Það er, maður geta alveg gert ýmislegt. Ríkisstjórnir eiga alltaf spil upp í hendinni. Það er að láta Alþingi sitja út sumarið ef þingmenn telja nauðsynlegt að tala mikið þá
þarf þingið ekkert að fara í sumarfrí, það að lefa mönnum að tala bara út sumarið og fram á haust. Já, sem enda stundum finnst manni þannig máli í gangi þó að það ekkert sko eitthvað svona átökan, það fer bara í sumarfrí. Kannski finnst manni ekki búin að klára sko vinnuna sína. Það var enda Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir, þau slitu þinginu ekki fyrir jól eða Já, það sendu þingið að vorlægi mjög snemma heima því að það var bara innbyrðis að því að þau komu sér ekki saman hvaða mál ætti að afgreiða en ég nú að tala bara hefðbundna rökræðu ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu og stundum tekur stjórnarandstaða sér mikinn tíma og þá hefur ríkisstjórn alltaf þá stöðu að láta þingið bara sitja út sumarið menn þetta það refsivöndur já, það ekki refsivöndur þetta er bara tilbúin dagsetning að þingið fari heim og það alveg óþarfi að láta svoleiðis tilbúnar dagsetningar komi veg fyrir að framfara mál nái fram að ganga Nei, já og líka af því að menn eru bara að tefja umræðina vitandi það að það er ekki til neins. Já. Já, oft er það þannig. Jú, oft bara. Já. Oft, sko. Heyrðu, við erum búin að fara svona Ísland og heiminn. En þá er það hérna, sko, í Austur-Evrópu, þá er náttúrulega, sko, það er mikið ógn af Rússum. Og það er ekki Úkraínu, en eðlilega eru aðra þjóðir þarna svolítið tvístígandi óttaslegnar jafnvel að hvað gerist ef að Úkraína fellur sko, þá eru komin þarna það kom fram í gær að Pavel Bartosik var hérna sem er núna formaður utanríkismála og hann var að tala sko, hvað Pólverjar er búin að gera mjög mikið í að efla sinn hernað Já, ég held að það er engin vafi á því og ég held að það sé almennur skilningur á því að Evrópuþjóðirnar þurfa að styrkja sínar varnir og þær hafa langan tíma reitt sig á afl Bandaríkjanna og núna bara liggur það alveg fyrir að Bandaríkin er ekki tilbúin að gera það að minnstakosti ekki með sama hætti og verið hefur. Þannig að Evrópa þarf að taka þessi mál fastari tökum og þó að við séum ekki sjálf með hér þá verjum við náttúrulega okkar fullveldi með samningum aðild að NATO og samningi við Bandaríkin og þannig að við þurfum að taka þátt í þessari þróun út frá okkar hagsmunum og okkar stöðu en það eru miklar viðsjár í Evrópu og miklar hættu tímar það eru auðvitað stríð og það er því mikið áfall fyrir Atlantshafsbandalagið ef Úkraína yrði leppríki Rússa eftir þessi átök. Því að bandalagsþjóðirnar hafa gefið mikil fyrirheit og hættan er auðvitað núna sú að það verði ekki hægt að standa við þau að fullu og öllu. Nei, en það er hérna hinn títtnefndi Trump, hann ætlaði nú að stoppa þetta 1, 2 og 3 þetta stríð en ég las nú ykkur að frétta að hérna hann gerir sér vonur að geta gert þetta á skömmum tíma. Já, en það er svona eru blikur á lofti í þessu og úthald Úkraínumanna sem hefur verið alveg ótrúlegt með auðvitað þessari miklu aðstóð bæði frá Bandaríkjunum og Evrópuþjóðunum. En ef sú aðstóð minnkar að þá veit maður ekki úthald Úkraínumanna. Nei. Heyrðu ekki að segja þetta gott að sinni? Já, bara takk fyrir spjallið. Já, sömuleiðis og ég fæ kannski að hóa í því seinna. Já, það væri bara gaman að því. Já. Heyrðu, og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Já, og þá verður dagskráin ekki lengri hér við rauðaborðið á samstöðunni í kvöld, en það liði svolítið á þetta ágæta kvölds, þar sem aldrei þessu vant bara sæmilegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu. Það finnum bara að verða frétt. Nú, hvernig veðrið verður annað kvöld þegar við förum aftur í loftið klukkan 8 á morgun, veit enginn, en ég vil einnig minna á það að hér eru framleiddir ýmsir þættir utan rauðaborðsins og mér langar að þakka ykkur áhorfendur og hlustendur fyrir samfylgdina, þakka ykkur fyrir stuðningin, þakka ykkur fyrir þá staðreynd að fleiri Íslendingar haka við vefsvæði á vefsíðunni samstöðin.is við hnapp eða flipa þar sem að ástendur áskrifendur og með því að greiða aðeins 2.500 krónur á mánuði getið þið haft allt með það að segja hvort þessi spennandi stöð okkar vistnar eða þrífst, blómstrar. Við höfum orðið vör við það upp á síðkastið að fólk að tala heilmikið okkur og við yrðum einnig mjög þakklátt ef þið verðið vör við efni á samstöðinu sem ykkur líkar, ef þið myndu taka þátt í að dreifa því eða ræða það við ykkar vini og kunningja eða jafnvel ættingja. Nú, Pétri Fjellsteð þakka ég líka kærlega fyrir langan vinnudag í dag. Við sjáumst aftur á morgun, verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.